Já, verið þá velkomin á fimmtudags teymið. Það er ég og engin annar en Leo Soku með mér í kvöld. Við erum að fara yfir í IA á móti KPJ. IA KPJ. IA KPJ og IA er nýtt lið í þessari deild núna. Hafa ekki tekið þátt á svona háum slóðum áður. Við vorum að tala um þetta fyrir útsendingu. KPJ hins vegar vanir menn og búinir að vera hérna lengi og það eru einhverja mannabreitingar, við förum yfir í það eftir smá. Þetta er náttúrulega, KPJ náttúrulega voru næst efstir úr riðlunum í seinustu deild. Þannig við erum að tala um heavy hitters á móti the newcomers. Já, það er einmitt það sem ég ætlaði að nefna. Þetta er lægsta sítið, næstlægsta sítið, en ég menna reynslan, þú ert búin að vera að spila á móti, þeir voru í þá fyrstu deild býst ég við. Já. Þannig að þeir eru kannski ekki búin að vera með sama keppnis andstæðinga eða svona andstæðinga móti sér. Nei, þeir eru að fara að finna fyrir allavega mun á gæðum, að því við erum að tala um fyrstu deildin. Þú sérðu örugglega tiltölulega meira skilsýling á milli efsta og neðsta liðs í fyrstu deildinni. Þannig þú ert að fara að eiga nokkra létta leiki, sérstaklega þú ert liðið sem kvalifæði upp úr. Þannig að það eru örugglega margir leikir sem þeir eru að taka bara 13-1, 13-2, skilurðu hérna inn á milli. En sem koma þeir hingað og það kunna bara allir leikinn. Það eru allir á topp leveli og þeir þurfa í rauninni bara akkurat að spýta lóna. Já, bara setja góminn í, býta fast og byrja að skjóta. Löfsön. Já, algjörlega, þetta er pressa. En það er annað sem ég ætlaði svona að nefna er að sko, nú reyni ég að setja mig í fótspor hjá IA og það er það, heyrðu strákar, nú erum við komnir á bara píkið okkar. Þetta er að hæsta sem við höfum náð. Það er aðeins öðru í þessu hugafari í preppinu, það hlýtur bara að vera. Þetta er ekki, þeir eru í útsendingu, það er aðeins meira svona hiti fyrir þessu, fylglan að horfa á. Meira stress, það er alveg fylgir því og hefur aldrei verið í útsendingu og hei, kærasta mín, horfðu á leikinn, skilurðu, og síðan eftir bara, ég má ekki klúðra þessu, skilurðu, og sumir eru betri þar, en það er að minni reynslu, finnst mér minni hlutin vera góður í pressu. Meiri hlutin verið svona aðeins spila undir pari og það er alltaf svona 1-1 sem er alveg svona geggjaður undir pressu, en það er líka leikmennirnir sem að endanum klifra alveg upp á toppinn, sko. Svo eru rosalega margir leikmenn sem að, sko, ég hef talað um þetta áður, það eru þessi, ég nota alltaf JKS sem dæmi, maður heyrt þetta margoft í útsendingum erlendis, það eru ákveðna típur sem að bara spila eins, hvort sem þessu heima á sér, á lani, bara alveg sama. Og strákar, við erum í útsendingu, og hvað? Líka, þú veist, af hverju ættur að vera að breyta ykkur hvað var það leikinn, preppi kannski öðruvísi, þeir eru náttúrulega með önnur lið á móti ykkur, en það er kannski svolítið svona double-edged sword, skilur, hvor megin viltu ofhugsa þetta eða viltu bara fara inn í leikinn eins og þeir eru vanir að spila? Algjörlega, ég meina, ef þú ert eitthvað ofhugsa hlutur og mikið, þá ertu ekki að spila eins og spila venjulega. Þetta er, maður þarf bara svolítið að fylgja flæðinu, fylgja bara innsæðinu og leið og þú byrjar að vera eitthvað, núna ætla ég að vera mjög passífur, þá ertu að fara að sjá mun á gæðum. Það er bara, þú verður bara að spila eins og þú gerir alltaf, hvort sem þú ert á móti betri eða lélegri, annarkvort virkar þetta eða ekki, en ef þú ætlar að vera geða passífur, þá er bara góð lið að fara að ná þig upp með kúbeininu, sko, þeir bara grafa þig upp, sko. Þetta er svolítið svoleiðis. Og sko, þú kannski þekkir betur á senuna heldur en ég og þá náttúrulega er ég aðalega kannski bara að tala um KPJ, fóru ekki nógu vel yfir map-vídeóið sem hefur verið í gangi á IA þó ég sé með það fyrir fram með ykkur staðar, en ekki búin að kveikja á þessari geggjuðu tölvu hérna. Anywho, þá KPJ, map-púli á þeim, veistu hvernig það er? Það hefur arguably verið train fyrsta pick, sko. Já, það ekki, með minni það bara. Þeir elska train, sko. Við náttúrulega erum ekki með train lengur. Nei, þeir hafa verið alveg að spila train, hafa verið að spila Nuke, þannig að aftur á móti erum við að tala um bara newcomers í IA, þannig að við vitum ekkert hvað þeir vilja, en aftur á móti ef þeir hafa verið duglegir að fylgjast með deildinni, þá gerir ég ráð fyrir þeir bara hendi train út í bara fyrsta picki, sko. Já, en það, eins og ég segi, train, ég held að það sé ekki lengur í mappúlinu. Já, Anúbi, já, við erum á undan alveg. Já, akkurat, ég var viðurkenni það að ég var búinn að steingleyma en manna núna, Anúbis, já, akkurat, ef train er úti, þá er KB bara ekki gott. Nei. Það er bara ekki lengur. Ég var hætti þessu bara. Það má pínu. Já, auðvitað, en það, ég meina, það hefur, þeir hafa það sér í haga, skilur við, þannig að erum við kannski bara að sjá pönnis út frá því, ég meina það getur gerbreytt mapp-vídeóin, ég meina þeir hljóta af að hugsað út í þetta, ég meina alveg svo bara train, það náttúrulega var besta mappið þeirra, þú veist, bæði liðin vita það, eiga vita það, ef að ég gerði heimavinna sína sem að ég býstu að gerði, þá, já. Við erum líka held ég að fara að sjá mikla dýnamíka breytingar hjá KPJ, út af þeir pikka upp Óla Ofvirk
í staðinn fyrir VJ og ef við erum að tala hlutverk sem þessi leikmenn gegna þá þetta algjör andstæða. Við erum að tala VJ, anchor heavy, góður anchor, fínn entry, bara solid entry, arguably bara einn aðeins betri og þú ert að fá síðan Óla Ofvirk sem ekki anchor. Þetta eitt villtasti spilari sem síðasteildin hefur séð. Bara eitt besti vappi Íslands. Það ekki margir sem hafa komist nálægt hans hæfni á vappanum. Við erum kannski með, þú veist, Rafle í dag sem að mínum að þetta betri í dag. Þú veist, en Óli Ofvirkur ekki búin að vera endilega í præminu sínu og búin að svolítið að mínum að þetta spila undir sig. Kannski liðum sem ekki endilega að ná að nýta hans hæfni. Nægilega vel. KBU náttúrulega bara allt annað lið. Núna erum við að sjá KBU sem fór frá því að vera ekkert endilega með eitthvað star AVP-player yfir að vera með bara geggjaðan AVP-player. Hann möpp sem að þeir hafa kannski verið lélegir í eins og Döstu eða eitthvað annað. Það að fara að vera frábær möpp fyrir þau. Óli Ofvirkur nánast einn að spila á við 2 leikmenn í ákveðnum möppum sko. Og þú talar að hann taki við af VJ og við tölum VJ, þá hann núna í IA-liðinu. Í IA-liðinu. Og hann skilst mér að, ef ég skallast ekki, hann að hoppa inn fyrir eiginlega mjög mikilvægan leikmann sem kom þeim eiginlega í úrvalsdeildina og þá segi ég það út að við vorum að skoða bakvið að besti leikmann þeirra sem var held ég Bourbon minni mig, það var eitthvað svoleiðis, ég ætla ekki að þykjast þetta nafnið, það var eitthvað svona, en hann var einn Bourbon whisky, Bourbon whisky, hvað þú vilt skilur, það finnst það stutt, Lilli Freydag, en hann sem sagt með hæðstu KD-in og ADR-in af öllum leikmennum hjá IA í fyrri deild. Sem sagt, fyrstu deildinni. Já, silfur lining allavega þeir fá VJ sem þá örugglega arguably sama level allavega betri. Já, þannig að, en þeir kannski ekki vanir að spila með hann og það getur breytt einhverju. Nei, akkurat. En við getum séð allavega heildarstöðun á hvernig liðin líta út, þegar sem að þetta á að vera tilbúið fyrir okkur. Og fáum bara IA, fyrst við erum að tala þá núna. Og já, nefnum það aftur. Það engin VJ, þannig að þeir eru sennilega... Þeir pjakkininn, pjakkur sub hjá þeim sko. Já. Þannig að áhugavert að fá leiki á móti KBU og þá VJ ekki að spila. Kannski hefur hann ekki viljað spila á móti sínum ástkæru vinum. hann ennþá undir samning hinum megin. Má ekki spila á móti. Pjakkur hins vegar vanur maður á þessu leveli. Hann búinn að spila áður. Hann búinn að vera að flakka þarna á milli 2600 upp í rétt undir 2900 á Faceit sko. Þannig að af þessu liði sem ég að horfa á þarna, ég veit ekki hvort hann sé bara einn af bestu þarna. Hann spilaði líka stutt með Dusty, held ég að hafa verið eitthvað. Jaxi? Var það ekki? Er ég að ruglast eitthvað með öðrum? Ég er ruglast eitthvað með öðrum. Nei, ég var sem að Pjakkur hafi verið þar. Ég er ruglast alltaf um. Pjakkur hefur ekki verið í úrvalsdeildinni áður. Jú, hann spilaði með Breiðablik. Breiðablik, ok. Hann spilaði í rauninni gamla Veka og hann hefur verið svolítið innan handar fyrir Veka í gegnum tíðina. En í rauninni bara 2 börn og eitthvað og hefur svolítið bara svona hægt og rólega að feysa sig út úr deildinni en að bjóða sig fram sem sub hjá IA en sem bara fínt. Ég held að þetta sé bara, ef við erum að tala um sub-level, bara solid. Rock solid. Já, bara fínt. Já, og að geta gert sitt og nöfnarna sem að hringja bjöllunni hjá þér. Ors, hann nokkuð þéttur spilari, ég þekki hann. Og en hina 3 hef ég bara ekki séð áður. Maður hefur einhvern veginn rekist á Faceit mögulega en... Já, ég spilaði á sínu tíma með Ors eitthvað og þá var hann löngu orðinn 2000 díló spilari. Já, ég held að þeir séu allir alveg vel í kringum 2-5 upp úr sko. En það eins og maður segir, það eru bara rosalega margir Íslendingar sem eru komnir á hot level. Meira sér í fyrstu deildin eru stór hlutin bara allavega 2-5 og upp úr sko. Já. En síðan bara þetta hvernig þú nærða að búið til líður er svolítið dæmið sko. Og já, þeir eru kannski svona að prófa sig áfram en Delulu, Gabbi, ekki þarna sem að hringi bjöllun hjá okkur ennþá, þeir verða bara að sína okkur gott dæmi til að hvetja natasittina og trösti. Já, við erum bara spenntir að fá að sjá hvað þið hafið að bjóða okkur í kvöld. Þá kannski bara yfir á KBU og sjáum hvort að það séu einhverjir varamenn þar eða ekki en hér það Edison, Ofvirkur, Nýr eins og sagðir Solo, Rodríguez, Nonni, þetta bara liðin eins og hefur verið það ekki? Jú, í rauninni bara mínus VJ plus Ofvirkur. Þannig að Óli alltaf góður í CS og núna eiginlega bara spurning sko hvort þetta sé betra fyrir liðið eða ekki, það mun koma í ljós nefnilega. Óli Ofvirkur vitum við náttúrulega annarkvort hæpmaður liðsins
eða gæinn sem veldur falliliðsins. Hann er rosalega svona á báðum áttum. Ef það gengur illa early þá oft slöknar á honum og hann svona, hvað er að gera, þú veist, eitthvað svona þannig væp og fyrir ákveðna leikmenn getur það verið mjög óþægilegt og þá spila þeir allir verð. Hvort að hann er með það under control og er bara þessi hæpmaður sem hann getur verið og þegar hann er það þá bara á stímrólaðir, sko. Ofvirkur þegar hann er að eiga eitt af þessum leikjum hræðir mig. Já, hann er þú veist, hann er leikmaður sem á þess að leiki oftar en flestir. Það sem að hann nær svolítið bara að taka liðið í bakpokan og byrja bara að hlaupa, sko. Ég man eftir einu döstleik hjá þeim í síðasta sísonu hjá okkur og ég held að það hef ekki verið maður sem náði að krossa hurðina hjá okkur. Nei, mér minnir nefnilega að meira þess að í þeim leika hann hafi tapað en hann hafa með 30. Já, við lýstum þessu leik saman. Hann var bara one man army, sko. Algjörlega, en þá sá maður bara það sem þessi maður hefur milli handana, það er svakalegt. En þetta er, núna er þetta svolítið bara hvernig er KB og þeir þurfa, þeir eru með svona lítvappa sem er svona ótrúlega góður í að finna nýja línur, góð angul, þá er þetta bara hversu góður er KB að vinna með því. Taka fætana hér þegar hann er að gera þetta og þú veist, finna dýnamíkina, þetta er náttúrulega, hann er tiltölulega nýkominn inn, þannig ég gerir ráð fyrir þeir kannski er ekkert endilega að fara að vera, þú veist, ótrúlega svona dominant early í deildinni, en þú myndi örugglega sjá hann svona hægt og rólega rampa upp þegar þeir byrja svolítið að finna fyrir þessu vibe í rauninni. Algjörlega. En annars er þetta Edison. Edison er bara hefur verið einn besti ræfler Íslands í langan tíma. Lengi og bara. Já, algjörlega. Og er á stóru hluta bara eitt mesta firepower í þessu liði hjá KB. Já. Geggjaðan vappa, geggjaðan ræfler. Bara sammála og meira sjáum við bara þegar við förum inn í leikinn en við þurfum að fara inn í fyrsta leik og hefur einhverja hugmynd á hvaða mapp það getur verið því að við erum tilbúin með vító. Getur þá að fara í vítaspyrnu? Ég gerir ráð fyrir að Núk lendi, sko, en það er bara spurning hvor liðið tekur Núk. Dust 2 alveg líklegt líka. Komið Óla þarna, mér þykir ekki líklegt að KB vilji mögulega Dust 2 bara því Óli er þarna. Það er góð punktur. Spannað. Það er kannski Dust 2 og Núk og sen er spurning hvað þörd yrði. Ég efast að við séum að sjá Inferno sérstaklega. Ég get alveg trúað, einsent bannað þá, já, sko. Eiga IA fyrsta pikkið. Það náttúrulega getur bara ekki verið að þeir pikki. Ólíklegt er pikki Núk. Já, þeir vilja ekkit endilega fara í terra á móti liðum sem KB, sko. Nei, þeir völdu Dust 2 þetta er áhugavert. Núna gætu við ég held flóti Núk þá í versta falli. Það er bara spurning hvaða mapp KB ætlar að fara í hana. Við erum kannski Anubis mögulega því það skiptir ekki máli hvor helmingi. Nei, þeir völdu Núk. Ok. Þannig að Anubis kannski frekar færi í lokin en við erum þá með eftir Inferno, Anubis og er ég að gleyma. Mér kemur ekki óvart Inferno að tekið út, sko. Inferno er svona bunker heavy map og ekkert allt og margir vilja spila. Við sáum það einstaka sinnum í deildinni, við sáum Vega Dust í því, við sáum Saga í Skjálta spilaði þetta á móti Dust í líka. Jú. Þetta er flóta Anubis. Alright, þannig að það er þetta er áhugavert. Ég hefði haldið að þeir myndi frekar flóta Núkinu. Það er mjög grunað að bæðiliðið myndi vilja Núk og þá kannski bara betra að fá að hnífa upp að helming. En ég held að KB sé í rauninni bara það sannfærandi í Núk að þeir eru bara okkur er alveg sama hvort að við byrjum með terri að setja, sko. Ég held þeir séu bara mjög öflugir í terri í Núk líka. Það er kannski það sem að IA er að vonast eftir núna er að ofvirkur sé kaldur í Dust 2 frekar. Ég ætla að vera hreinskilinn. Ég hef spilað svona 50 leiki á móti Óla Ofvirk í Dust 2 og ég held ég aldrei séð kaldan í Dust 2. Það er bara ekki að fara að gera. Nei, maðurinn er einstaklega góður í að finna línurnar og hann er yfirleitt alltaf rétt staðsetti líka. En þú veist, reyndar Óli á það til að velja ákveðnar pósur sem eru uppáhaldið hans. Þannig að ef þeir eru meðvitaður hver þær eru, þá geta þær alltaf flassað inn á línuna áður en þeir taka þér, sko, en núna er bara spurning í að náttúrulega spila fyrst skipti örugglega á móti Óla Ofvirk. Því hann er búinn að vera í úrvalsdeildinni allan tímann og þeir eru búin að vera fyrstu, þannig að mér þykir ólíklegt að þeir hafa eitthvað lent eitthvað mjög mikið á mótunum. Ég tala rosalega oft síðast 2 breytinguna og ég segi þetta kannski í því tilfelli að Óli Ofvirkur er búinn að spila það lengi að hann var meirihlutur í CSGO og ég fer alltaf í að rifflarnir eru bara sterkar í dag. Vapparnir þeir eru ennþá að gera og skila sínu. Sérstaklega oft með þennan hraða ofvirkan athyglisbrest, það má segja bara. Þú ert með athygli yfir öllu sem að gerast og hann er snöggur þarna, hann er bara Monesi. Nei, ég er samt ekki eins og grínast að ég spilaði með Óla Ofvirk í
Source, ég spilaði 1.6 líka og Go og Þú ert bara gráar en það segir þetta. Já, ég er búin að spila frá því ég var 9 ára og Óli Ofverkur af öllum leikmönnum sem ég spilaði, hann píkaði hægstæðum öllum skill level að mínum mati. Okay. Óli Ofverkur í CS er arguably besti leikmaður af tölvuleik sem ég ever spilaði á móti. Hann var eitthvað annað. Þannig að við vitum að þakið hans, ég veit að þakið hans yfir öllum. Já. En hann ekkert búinn að vera með þessa einbindingu og þennan metnað sem hann hafði á þeim tíma. Nei. Og þú veist, við vorum að tala að Erlend Pro-lið voru að reyna að taka hann inn í Source, sko. Hann var það upplið, topp 10 lið. Okay. Bara í heiminum, bara höfðu áhuga á honum. En síðan alltaf góð þá svolítið var hann bara komin í lífið, skilur við. Já, komin, já. Þannig að, og það erfitt að halda því við þegar þú ert ekki á launum við að spila tölvuleiki, en hefði hann fengið það tækifæri þá mögulega, þú veist, á þeim árum þá hefði mögulega verið, þú veist, bara tier 2 eða mögulega tier 1 allavega með það sem ég var að sjá. En þú veist, aðri frábæri leikmenn sem hafa verið nálægt honum, skilur við, þú veist, Palli Bondi og þú veist, Þorsteinn F náttúrulega og aðrir. En mínum mati var þetta eina skipti sem ég spila á móti leikmanni sem að ég var bara ég á ekki róð. Okay. Ég á ekki róð í hann. Líka... Og ég var í topp 2 liði á þeim tíma, sko, á Íslandi, en það var að breyta engu. Hann bara fóð með okkur alla og bara gróa okkur hún í jörðina, sko. En núna nær hann ekki alveg að taka liðin á móti sér í Dust, kannski. Nei. Hann ekki alveg í sama formi hann hefur verið. Feelingin líka bara hjá liðum eða metað bara búið að breytast það mikið að það ekki lengur einsmannsleikur. Nei. Það hægt að segja það. Þú þarft að minnstakosti, það heimur það sem að 4 leikmenn geta unnið sér maður hefur séð það, en þú þarft bara alla 5 leikmenn á... Ég held að það sé bara 1 lið í deildinni sem kemist upp með að vera með 4 manna kor og vinna og það væri Dust í dag. Já. En það líka, en reyndar, þú veist bara allir söpbandir í Dust eru bara topp leikmenn, þannig að maður bara svona ef þeir eru ekki með 5 manna kora skiptir ekki máli hvernig þetta fara á einn blikk skilur, eða vissart eða eitthvað, skilur, það bara eitthvað annað vélmenni að koma í staðinn, skilur, hann að ég held að þetta sé eina line-upi sem kemist bara mjög auðvitað með að spila ekki með kjarnan sinn, sko. En Dust 2, það fyrsta mappi sem við förum í og bráðulega, eitthvað sem við ættum að vera að fylgjast með sérstaklega heima. Hvað var þar svona playstilling kannski á KBJ, nú þegar þeir eru konum með Ofverk, já, hann tekur sína línur, en hvað gerir restina kórinu hjá KBJ? Það nefnilega alveg spurning, sko. Mig grunar þetta verði frekar aggressíft Dust 2, þú ert náttúrulega með bara frábæra ræflelæra hjá KBJ líka, en þetta svolítið á IA núna að fara að sýna okkur hvað þeir gera til að mæta þessu. Sjáum það núna, IA spila fyrsta leiki sinn í úrvalsdeildinni, komnir hingað í ljósleiðarann og hvað geta þeir gert á móti mjög sterku liði eins og KBJ. Hingað til ekki mikið, það þurrka þá í B-inu og nú einn maður eftir Gabbi sem að þarf að gera helling til að loka þessu, en það bara ekki boðið. Ofverkur lokar þetta. Herru, þetta var svona velkomnir í úrvalsdeildin. Þetta var svolítið svoleiðis. Þeir keyra B-ið og það eru bara 4 taka móti. Þetta var bara vel gert hjá KBJ líka. Þeir fóru bara strax í að taka territory og þetta svona nokkurn veginn það sem maður býst við frá liðið eins og KBJ. Þeir eru over-aggressive. Já. Og fekk svona smá tilfinningar í að var ekkit endilega tilbúnir í þetta aggression strax. Nei. Og líka KBJ svolítið að horfa á þetta sem bara, þetta nýtt lið, þeir ætla bara að vera á bensíngjöfin allan tíman, sko. Sem alltaf rétt að gera, en við sjáum hérna, það volið lítið sem þeir gera í þessu randi nema kannski vonast ekki planti, en koma sér hægt fyrir framan longið. Það Rodríguez með bara bestu byssuna í þessari stöðu býtu hvað þeir kemst framjá, þeir ná treytinu og ná svæðinu í kjölfarið, þannig að þeir hafa eitthvað til að vinna með, en Edison hefur eitthvað til að vinna með líka, hann fjármagnar í M-fjarkan og sækir þarna þrist, ekkert mál. 0 KBJ og bæði rondin bara mjög samfærandi, ég meina Glokkur, hann ekki þetta búast við miklu þannig sér, sko. Nei. Fyrsta kauprándi og við erum að sjá 4 kolta, þannig að í rauninni advantage hjá IA í þessu randi non-existent, sko. Það bara, þetta 1 galil, 4 rakaðar á móti 4 koltum, þannig að... Og ennþá með glæsilega pening, snemma í leik. Ekki mikið að skaða sem þeir eru búin að taka á sig, en splitta sér hérna, þetta hallast í áttina að B-inu. Hans hægar ránd frá KBJ núna í þetta skipti. Við ætlum svolítið að sjá í rauninu bara hvað IA vill gera. Bomban liggur á toppmiðinni, ekkert ákveðið ennþá. Trausti finnir opnur hérna á B-inu. Nei, Rodríguez. Það nú góð byrjun. Sýnst það hafa verið bara gegnum smókinu?
misti af Icon, hvort það hefði verið. Alltaf með staðstendingun á honum, þá virkaði þetta þannig. Þetta er sem hérna í ágætispósu ef að þeir taka ekki góða middsmokinn. Óli byrjar að gruna hvað er að gerast hérna. 7. skilningsvitið. Já, hann fer hérna yfir í Goose og svo bara bíða þar. Tilbúin þetta með eitthvað flass. Kíkir. Sér einn. Þá er ennþá komið. Ennþá eru þeir að tefja mjög mikið. Enginn í rauninni að overrót þetta hjá KPO sem er vel gert. Þetta er sem þetta heldur sínu. Smókurinn kemur út. Nú er bara spurning, er þetta góðu smókurinn eða léli? Góði. Lendir upp á þá og þeir komast hérna í splitt og bjöða. Það er alltaf sóló. Erfitt fyrir sóló hérna, hann er kannski einu, en nei, ekki einu sinni. Bomban deyr í glugganum. Þetta sem treytar þetta hérna í gegnum smókinn, búinn að koma sér fyrir línuöppið. Delulu mögulega í vandræðum hérna, einn að koma í baki á honum. 180 tekur hann Delulu. Ekki gott. Stendur sér vel hérna. Líka með mjög mikilvæga stöðu þarna, hleypir þeim ekki í að byrja þetta retake. Þetta er samt að reyna þetta. Hann tefur alveg gífurlega, hann er núna neyðastur til að halda byssum. Það hefði Delulu fallega hann að snemma og hefði líklega reynt á retakið þekkjandi þessa tvo, en Delulu tefur að 15 sekundur og þá vita þeir hafa ekki tíma til að taka sætið aftur. Erfitt sæti til að retaka og KPO kannski ekki alveg tilbúinir með svo mikið ego að fara að reyna það. Nei, peningurinn líka ekkert frábær þannig sé sko, þannig að þeir þurfa í rauninni þessi 2 dropp frá Óla og þetta. En flott hjá IA, voru nokkuð sannfærandi í þessu rondi, taka pikkið þarna og taka þetta bara frekar vel sko. Já, klárlega. Byrja, fyrsta rándið þeirra í deildinni. Já, og hérna við erum að fara að sjá núna hvort að þeir ná að halda þessu flæði áfram, taka þetta ránd að setja þar á ego og þá mögulega þeir að fara að ná einhverju pínu tempói hérna. En þeir fara í nákvæmlega sama rándi aftur. Þetta virðist vera bara standard defaultið þeirra mögulega. Senda 3 bílópið, 1 smóka mitt og molla shorti. Þetta gefur ofvirki leið á að bara skilja sóló eftir einan á A-longinu þannig að þeir hafa leikmenn til að vinna með á miðjunni. Já. Þannig að kannski gæti komið til að í að þurfi að sækja longið meira en hinga til virka þetta. Þannig að... Já. Óli líka komin á vatnanan á shortinu, fyrir yfir á middina. Gerir á fyrir hann fara bara í Óla-pósan hérna. Þetta er Óla-pósan. Þú horfður á Þristján radar. Þá heldur hann hérna krossir á shortinu þaðan. Já. Svissur á milli. Já, hann er mjög hrifinn af þessari pósu. Hann er svona eiginlega fyrir allt á hann. Þetta er svona, þetta er eiginlega... En þeir eru að fara að dræpíka þetta. Þetta er málið, þú verður að flassa þessa línu. Algjörlega, ofverkur, vanum maður hérna og þetta er... Flest liðin í úrvalsdeildinni hefðu bara tekið flassi á línuna því þeir vita að Óli er líklegur. Kannski ekkert endilega búið sig því að hann væri samt með vappa í þessu rándi með við Economy, en... Nei, það er enda góður punktur. Svo snemma í leik og þeir voru að spara þarna. Þannig að það kannski virðist líka bara vera að hafi komið svolítið óvart. Þeir hægja bara alveg á sér, kemur ekkert treyt út frá þessu, en núna smóka er allt og þetta býður upp á meira. En þeir eru alveg committar, 1 droppa niður, 2 gera það, klikkar aðeins þarna, en Rodríguez rétt heldur þessu í lagi og það er bara gappi núna 1 eftir og ofvirkur er aldrei farinn. Ég veit ekki hvort þú sást hvað gerðist, en Rodríguez blokkaði smókinn. Hann var á kastanum, blokkar smókinn, sástu gappið sem myndaðist, það var að því hann blokkaði smókinn. Hann lendi ekki eins og nátt að lenda, þannig að þegar Pjakkur hoppa niður þá er hann akkurat í opinu, hann hefði búist við coverinu frá smóknum. Planið var gott, en Rodríguez algjörlega kefði það sko. Þarna hefði maður líka, þú heyrir blokkið, já. Þannig að hefði átt að vera snöggra kál bara að, skurpa Þeir sáu smókinn nefnilega koma upp, hann leit út fyrir að hafa verið lentur, þegar hann hafa heyrt blokkið, þeir eitthvað, þetta hafði ekki áhrif á smókinn, það hafði áhrif á gappið hana. Micro-detail sem að skiptaði máli algjörlega, fær 2 kill í rauninu bara út af þessu. En ekki búin að gefast upp. Nóg eftir að leiknum og fyrsta mappið, en Pjakkur bara á tekkunni. Ekki mikið til að vinna þarna með, ofverkur framar núna. Já, líka bara komið með 4-0, stendur sér bara vel. Þetta var að labba hérna, voltpikka hérna, Orsinni. Þetta sem sér í löppina á hann, þannig að hínu 2 krossa þarna en ofvirkur með collateral.
Já, við erum Óli á heimavelli. Ef honum vantaði þá var þetta það. En Gabbi núna, einn eftir. Hann hleypur bara áfram með vappan, honum alveg. Ok. Westwood. Já, þetta nei, ok, þetta allt einu orðið dúabúl hérna. Bíddu. Nei, næstu því það var Trausta. Hann back 1v1 en Solo fer svona tildulega nógu snemma í þetta trade en hefði geta farið illa. Algjörlega, Óli með þess að tók skotið hann í gegnum smókinn, það hefur verið skemmtilegt að lendi. Já, heitur eins og segir alltaf í Dust 2 og það bara gæti ekki verið með rétt þegar 7-1 á honum. Edison svo sem allir hjá Dusty munum bara nokkuð þokkalegir. Rodríguez búinn að vera svona maður sem að fellur oftast fyrir það og hann líka búinn að skila sínu og eins og mjög mikilvægt ránd þarna sem að hann bara stöðaði með hausnum á sér. Já, long take hérna, fá hins vegar jútilega á móti sér. 4 tekkur. Eru þeir með flastið líka? Nei, þeir eru ekki með flastið fyrir pottið. Já, Óli kominn á línuna, býst við hérna Mollar. Mollin er líka bara perfekt eða ekki títu. Ég trú ekki að Mollin hafi ekki þurrkað þetta út en þetta splittar hann þeim. Skiptir yfir réttu fyrstu. Óli ofvirkur hérna með, hvað var þetta, 4? Þetta var fjarki, ég held að. Hann klárar líka með sprayinu. Já, vel gert, það var næstu bara eisa þarna. 11 kills á manninum. Líka bara flottur, tekur skotið, fattar að þeir að fara að keyra í hana þegar við vappa, droppa Mollanum og mætir þarna með pistunni. Þetta er bara snöggur að hugsa. Já, bara klassækt, vel gert. Við svo sem eigum von, þetta við byggust við þessu. KBO þeir eru mikið hærra uppstiltir með hærra seed heldur en IA og þetta kemur svo sem ekkert á óvart en það er miklu meira sem að IA getur gert. Þeir unnu alla leikina sína í fyrstu deild og það er ekkert eitthvað sem að maður tekur af þeim. Nei, algjörlega, en eins og maður segir, þetta er ekki að fara að vera warm welcome upp úr fyrstu yfir í úrval, sko. Það er bara, maður sér yfirleitt liðið sem koma upp alltaf vera svolítið föst í 7-8 þangað til að þeir svona fá betri rosterbreytingar eða ná einhvern veginn að aðlaga deildina aðeins betur. En að fá KBO í fyrsta leikinn alltaf svolítið högg. Og minni á að þetta er pikkið hjá IA, þannig að ég svona vonast þess að sjá eitthvað meira hjá þeim allavega í gunroundunum. Við erum alltaf bara búin að horfa á þá spreyja niður í glokkum og fyrir svoleiðis. Nærbygginu í flassinu. Hættir ekki að hitta og kemur sér í burtu. Það er aldrei hægt að treyta hann út og þetta er gunround núna, mjög mikilvægt round fyrir IA. Já, annars eru þeir bara búin að gefa upp stöðuna 7-1. Hann er komin í 12-2 hérna, round 6. Hann var góður fyrir 2 í hverju randi. Eiginlega, já, það er rétt. Það er svona eiginlega eins og ég sagði, Óli ofvirkur spilar í sumum möppum oft á við 2 leikmenn og það er bara KBO með 6 leikmenn hjá sér. Gabbi núna stekkur niður. Þetta er smókurinn. Nei! Þetta er bara enga veginn í lagi. Það er ekki sem klikka fyrir hann, Rodríguez. Náttúrulega bara, þú ferð bara á þessu og heldur áfram með fysluna og sækir þrist. Þetta var bara viðbjóður. Þetta virkaði. Þannig til að ofvirka bara, smók, hvað er það? Herru, hann kollattar þarna í miðun á hann í gegnum smókinn 2 gæja. Hann tekur þennan fyrst það í flassinu og númer 2 í gegnum smókinn. Hann er bara, í þessu leik er hann bara tjúnar í The Matrix. Hann er með fleiri kills heldur en hæðsti leikmaður hjá IA blindur. Já, þetta er, nokkurn veginn það sem maður má búast við á að spila móti Óla í Dust 2 og það hefur yfirleitt verið bara svolítið tilfinningin að flestlið bara veto Dust 2 móti Óla. Þetta er heimavöllurinn, hann elskar þetta maður. Ég er ekki að vilja mála. Flass hana. Óli kominn hérna í middið núna. Og bara ekki trættur að taka lífur aftur tæp. En nú, þetta er svona, jú, hann er með skátin en ég meina þeir eru að reyna að fá eitthvað áður en þeir fara í executið, vinna aðeins með rándið en 1 flass eftir hjá IA og það er bara verið að gema fyrir síðustu sekundu held ég. Já, þeir eru náttúrulega ekkert með besta pening í heimi, þetta er bara eitthvað svona low force hérna. Nú kom þeir út á miðuna en þá engin smókur fyrir þá. En vappinn, hann kíkir ekki, hann vildur að þeim. Þeir ná að krossa, þeir komast nú í ágæti splittirna, 3-2, já kannski ekki bestu byssurnar en ná þeir að brjóta í gegnum vörnina. 1 maður eftir, það er Nolli og þeir fá opnuna, bomban ætti að vera niður. Bomban fyrir niður, Retake kemur hins vegar tiltölulega hratt inn. Líta held ég
að þeim báðum hérna inn á sætinu en ætlum að býða til lobbygæðunum, lobbygæðin kemur hérna inn, þeir fara örugglega bara í samlokuna núna og 1-1 Nei, solo, vel gert hjá solo þarna, nærðum báðum og þetta var svona round sem að ég hefði viljað akkurat núna Akkurat samt sko, þetta var svona hálfgert spar hjá IA. Þeir gera nú gott úr þessu, finna réttu tímasendinguna. Þannig að þeir eru svona að finna opnanar hvar og hvenær þeir geta gert þetta. Voru þarna búin að vera óþolandi með skátin í gegnum miðjuna í smá tíma að berjast við ofverk, en svo bara á versta tíma, þá bakka þeir. Þú ert að sjá IA alveg vera með plays. Þeir eru með smókana, þeir eru með flössin, þeir eru með allt í úttelli sem þarf. En þú veist, eiginlega bara sjá svona kalibermun á leikmenn. Þeir fá ekki vera 5 þegar það kemur að action. Nei, þær eru, KBI eru bara duglegar að finna þessi pikk áður en eitthvað gerir, sko. Allt og sér. Samt með gott flass á bakinn á sér. Rodríguez, hann næra að koma sér fyrir hornin hvort þeir viti af hann eða ekki, en þeir eru þá með 2 leikmennirna. Þeir að vísu fá longið, smóka niður, hæja þessu, en nú 5 leikmenn eftir og þetta gæti endað illa fyrir Trausta, segi ég, Nei, en smókurnilega hjálp honum. Nei, hann bakkar úr þessu, hann er stressaður. Við lesi á Nonna, hann fattaði eiginlega að þetta væri of hættulegt. Grunaði að það væri ykkur í horninu hana. Þarna séru reynslumun, sko. Þarna hefði ég bara haldið áfram og... Já, ég held að bara mjög margir hefði gert það. Það var eitthvað spider-sense á Nonna þarna, tingling og hann bakkar út úr þessu, gerir vel, en gefa hins vegar bíð alveg. Þeir eru bara búnir að kalla að þetta verður short. Áhugavert. Mögulega Orsa að fara að lappa bara hérna inn í línu hjá Edda. Næsta pikkinu! Akkurat þegar Eddi fyrir eitthvað jiggle þarna. Það gæti verið góð byrjun fyrir þá. Þeir ná líka að taka longmannin, þannig að nú eru síðustu 2 leikmenn eftir báði fastir á CT. Einn er þetta komin á shortið. Náður að halda shortinu? Já, þannig að þetta er bara seinna rándið sem að IA ættu að taka núna. Ekkert sem að Nonni geti gert meira sig að næra hann ekki eins að spara. Hann er mann í bakinu. Smá spurningamerki við hvað Trausti var lengi að labba út bíð að þeir eru allir komnir inn á æð og hann er ennþá í lobbyinu sko en aftur á móti fær hann að tryggja að þeir ná ekki að halda þannig að það skilar sínu og ennþá samt nægur peningur eftir en ofverku búin að safna fyrir nóg og meira sko hann kaupir að vísu vappan ekkert verið að breyta formúlunni hjá sér en þetta ránd fyrir IA er gífurlega mikilvægt. Já, við erum alltaf að komast inn í leikinn til að byrja með. Já, að því við erum að tala um að bankinn hjá KBI er ekki góður, sko. Þeir fara alveg í varskinni eða tapa þessu. Þetta er eitt af þessum rándum þar sem við sjáum KBI spara ef þeir fá ekki, ef þeir missa sína menn út af því að bankinn leyfið með þá að kaupa svona nokkuð inn í næsta rándi, en þetta var collateral. Þeir eru góð flöss samt, sko. Þeir eru núna aðeins svona búin að vakna fyrir þessum línum hjá Óla, sko. Sem er bara flott, þeir eru að adapta vel en kannski synd að vera búin að missa svona mörg ránd en elska þessa vappalínu þeir eru orðið svona ofan í úrstinu í rauninni er ég að koma mikið óvart þeir eru virkilega öflugir hérna í útilnótkunnunni sko. Já, bara er þetta rétt veður, flössin, þeir eru alltaf búin að tengja Já, algjörlega bara, góð reyna hana lendi bara undir leppanum á þetta Þetta er þetta bara mjög góð leið, þeir gætu komast inn en Rodríguez og Nonni 1-2 eftir á A og þeir ætla að spila svolítið svona bara, fortressa A-sæti, gefa longið hérna, þurfa að hugsa út í það en ná þeir að tengja eitthvað, Rodríguez nær engin þarna og tekinn Búast líklegast ekki við Nonna hérna í gús sko, eða hvað, Gabbi, svinga línuna, já, vel gert hjá Gabba Solo að minnsta Solo komir í baki, Klassi kemur út gert hjá Delulu og þá er þetta bara Óli sem neyðist til að halda hérna 1-4 þarf vappan ef hann ætlar að eiga eitthvað erindi í næsta ránd Algjörlega, Delulu er á shortinu þegar hann hleypir tilbaka þannig að þeir vita að hann er eitthvað tilbaka en hversu mikið vilt að vera að gefa þessu manni fleiri kills hann er búin að vera að hitta nánast öllu reyndar ekki síðustu 2 rándin en vita hann núna byrja þær að þjarma að hann hvort hann búist þegar hann frá T-spawn þykir það ekki líklegt. Það fer ekki lengra, er þetta bara reynslan? Já, ég held hann viti, hann þurfi bara... Ég ekki skotinu. Geggjað offangul samt og einmitt þarna bara þessi litlu dítils, hann fer ekki lengra. Ég meina hvað ef, hann er með mikilvægt vopn. Þeir ná að skera þetta af þeim, það eru einhverja pislu sem við sjáum droppa hjá KBI kannski, áður en það er
Já, ég efast að þeir fari að kaupa þetta alveg niður, en alltaf síðasta ránd eftir þetta. Nei, þeir taka en eitthvað létt fyrir kaup í seinasta rándinu. Þykir ekki ólíklegt þekkjandi KBO að þeir fari í lobby crunchina. Einmitt, sem að Ofvirkur með skátinn. Jú, það lobby crunchy. Þeir fara að keyra þarna tveir í neðra. Ía hins vegar mun rétta playið með það sem KBO að gera einnar að halda aftur á þessu tíspóni. Já, og líka alveg á bara með hraða. Þetta bara vel gert, þeir lásið þetta algjörlega hins vegar smókurinn. Ofvirkur kominn og nær krossinu þarna. Rodríguez borðar þessa og ætti að brenna hérna orðsnær tengjunni, en það ennþá gapið. Þeir koma öðrum smók niður og ná þar að leita krossinum, en nú eru City menn komnir það nálægt. Þetta sem komin í baki líka, þetta ekki gott fyrir Ía. Þetta sem ekki að tengja fyrir eitthvað smá paník hérna. En aftur á móti erfitt fyrir Ía, þeir eru umkringdir allstaðar. Traustir eini sem getur aðstofa núna og þeir eru í bústuru. Nei, þetta bolta sjá, þeir ná líka mannri, hvað að gerast? Þeir gera tíngil, Nonni finnur, Ofvirkur, hvað að gangi? Það var ekki eins og nóg, þetta var chaotic en ok. Leggaðan gaurinn það fór hann upp á, ég sá það ekki. Ég sá það ekki heldur út af að vera að skjóta frá baki, hann nær Trausta í bakinu. Það var ómikið af klúðurum í þessu rándi að gerast. Mér sýndist líka að Nonni hafa dreipið vinn sína þarna. Já, Nonni dreipur Ofvirk. Þetta var eitthvað teimgíl þarna. Í rauninni var þetta nokkuð vel præmað fyrir hérna KBO að ná þessu ríteki. Þeir voru með einn á longinu, shortinu, CT, þeir voru alveg samlokaðir þarna hjá Ía. Hann fer örugglega, já, vel gert. Jiglalínuna, nær að halda lífi, tekur bara smókinn. Góð loka spyrna henni á Ía og það kaup á móti aftur á móti. Flassi blindar enginn sem að tekur shortið hjá KBO. Lítur helviti vel út fyrir þá svona í loka sprettinu. En KBO samt ekkert búin að hægja á sér til að kannski bara freka Ía sem er búin að ná besta fætur einhvern veginn í þessu leik. Já, algjörlega. Í rauninni Ía bara kom óvart. Ef við náðum þessu rándi líka þá ég hef spilað á móti þessum Gabba Ors áður í dagstöði, ég hugsa út í það á Faceit. Þeir voru mjög öflugir í CT en aftur á móti ekki allt þetta line-up, þannig að Nei, og kannski Faceit-leikið ekki nákvæmlega sama. Nei, það aðeins viltara sko og fólk svolítið bara að gera eitthvað en Talandi eitthvað, hlaupi gegnum sinna eigin molla. Óli náttúrulega bara með smókinn eins og vanalega. Hvað? Ykkur búin að kíkja á tölvuna hans nýlega? Þannig í vondumálum hana, vel gert líka hjá Trausta. Hann tekur athyglinna, committar ekki, leifur lobbygaðan Marinsson. Þetta bara Og eitt erfiðasta sæti til að retaka og ég nokkuð viss, maður myndi ekki reyna þetta, það væri ekki fyrir síðasta rándið. Nei, og líka hann með Vappa-Óli, það ekki frábært til að taka bíið, sko. Ors með allir út hurðina. Og bara líka inn á góðum tíma, þetta að líta vel út fyrir þá. Vel gert hjá Pjakk líka, kemur upp á besta tíma, nær 2 og situr í 7-5. Þetta að fara auðvitað. Efnilegt. Já, fóru 7-1 í 7-5, þannig að Ía klárlega aðlagðist nokkuð vel í lokin. Síðustu 4 ránd bara allt hjá þeim. Það var næst síðasta rándið það sem að leit svona eins og að gæti farið í beggja áttir. Ég horfði á Trausta sem svona mann sem gæti lokað þessu frá B-flankinu en svo bara snúið við, tekið hann en sem betur fer þá var teamkillað á móti þannig að Já, akkurat. Smá sköft. Þetta er Óli sem búin að drefa, þú horfði líka skorið, 97. Þetta bara alltaf þú sérð hana manni í þessu mappi. Þetta reyndar insane. Já. MR12. Og hann líka 10 af þessum killum hafa farið í gegnum smóka og flössum og þú veist, það eitthvað gruggugt í gangi. Það eitthvað í vatninu. Já. Okay. B250, B-execute kemur út, 2 að taka mótið í dúllurnar. Hann fer aðeins og vítt á dúllunum og nær engum. Þeir eiginlega bara tryggja þetta ránd, það ekkert sem að Pekka getur gert. Nei, þetta er raunin svona fundamental mistök þú ert með dúllunar. Þú mátt ekki svinga í þeirra línu. Því í rauninni þú ert alltaf að minnka angulið þitt frá þeim með dúllunum. Þannig að bara einn gæi kemst á angulið einu ef þú fer vítt. Það var með 4 byssur í andlitið, skilur við. Og þetta var svona lítill error sem að mögulega
kostaði þá að hversu auðvitað B-fjallið hana. Svo klassískt að þessi fyrsti maður stekkur fyrir hotni, bara horfa mig, vera bara svona dúfan. Algjörlega, yfirleitt, þú veist, og mikið af þessum góðu liðum, þú veist, fyrsti gæinn hoppar alltaf bara á aftur á bak, sko. Já. Með hausinn niður og aftur á bak, þannig að hann getur ekki verið headshotar, hann er með armor, þannig að uppspyrnar þurfa 7 hit. Þannig að þeir fá athyglinna hvar hann þá bara kemur víkingasveitin út fyrir aftan og hreinsar, sko. Ef þú sér mig ekki, ef ég sé þig ekki, þá sér þú mig ekki. Svona eins og lítið börn að fela sig, sko. Algjörlega. Þetta virkar alveg bara mjög vel á móti akkurat uppspánum, sko. Það er ekki hægt að hitta í höfuð á manni sem að stýr baki, það veit ekki af þér allavega. Pjakkur! Little Pjakk, sko. Já, hann er algjör pjakkur maður. 3 eftir, ég minna, þetta er fyrir að vera bara hráar pistlur og ekkert annað. Bara uppspurnar, já. En Rodríguez eins og hann er að þrengja þetta rándina, 3-1 núna. Og það er bara Pjakkur. Hvort hann á eisinu? Svolítið. Með uppspurna sína? Nei, ólíklegt. Þeir viti hvað hann er. Þetta er svona hægt og rólega fyrir vaskinn hjá honum. Nei! Ég er ekki hægt að afskrifa hann strax. 3 í líf, nærn einu við viðbót. Það móti Mach 10, það er ekki líklegt. Alls ekki slæmt, sko. Þetta var bara æðislegt íkó fyrir Ía, sko. Það sé líka glotti á hann þegar neitin að koma á. Ég sagði reyndar æðislegt fyrir Ía, þetta var æðislegt hjá Pjakk. Hann tekur þristir þarna og girda bara mjög dýrt. En Óli kominn á vappan aftur. Já, 23 kills byrju. Já, þú veist, bara ef þú mínusar helmingina killunum hjá Óla þá væri ég að vinna, sko. Þú veist, þetta er insane. Já. Ég er að fá smá déjà vu af leiknum hjá Óla seinast í deildinni þegar hann tapaði hann að 13-11 og hann með 30 eitthvað kill. Og þá voru allir af hinnir á skorbortunum bara svona langt fyrir aftan hann. Já, þannig að ef að Ía, ég meina, þetta kannski sýnir það að Ía eru svolítið að hjálpa KBU kannski pínum með því að vera ekki einn sterkt lið, en hinga til, nú bara strax þeir eru að spila aðeins betur að þá sér maður muninn. Ólin er ekki í tengingunni. Alveg bara hreinsar upp Óla þarna. Sterkur leikmaður til að fella strax í opnuninni. Algjörlega, og líka dýrbissa til að missa núna, sko. En short execute kemur út, 1 á longinu, Delula 1 að taka mótið hérna. Já. Kominn framalega. Gert hérna, Eldesen sækir sér seinni leikmanninn og við 3 eftir 1 á longinu búin að spotta hann. Það er rosalega lítið sem að þeir geta eiginlega bara gert hér. Nei, það er alltaf líklega að samloka hérna, þetta er short hins, þetta er reyndar áhugavert. Þetta er sem reyndar alltaf ekki í þessa línu, Pjakkur býður eftir að longin kemur upp, þeir vita að þetta er short plant væntanlega. Nei, áhuga það ekki? Jú, þetta gerir það og tímasendingin var ágætt. Hittir ekki, en Solo hins vegar reynsa það upp. Trausti 1-2. Orðið er svolítið vonlaust fyrir hann þetta retake. Hann er hins vegar með smoke. En ekki gilt. Nei, hann ætla að reyna að halda nonna þarna föstum. Hata það ekki. Bara að reyna að taka vappan af þeim sem hann gerir. Já, þetta var bara fullkomið. Ef hann er að lifa af líka þá bara golden, sko. Nei. En kannski þess verðið svo sem, sko. Einugurinn hjá báðum liðum er mjög svipað núna. Nær að taka upp vappan, Hedison. Hann er að stórt pick-up þarna í lokin. Nei, við horfum líka á peningastöðuna. Hún er ekkit, hún er mjög svipuð, aðeins betri kannski hjá KBU. En líka, þú veist, short píkið hjá Delulu. Ég veit ekki hvort það sást það. En þetta er svona svolítið hættulegt pík að taka því að hann sko fer til vinstri upp rampinn, þannig að hann fær línun á shorti en hann er líka visible frá hægri. Hann verður í raun að velja eitt angul til að taka í staðan fyrir að vera sýnilegur á 3. En KBU byrja hann að rætt, taka 2. Tengja samt með P250 í því. Óverður núna 1. að tengja, en það er bara betra með 50-50. Já, ég veit hvað hann meinar. Það er mitt þarna, og hann er ekki búin að býst ekki við að maðurinn sem komin upp til hægri þegar hann er að kíkja þetta. Nei, hann á í raun að vita af þeim, en aftur á móti held ég að þetta hafi ekki verið það að hann hafi ekki vitað þetta. Þetta hefur líklega verið bara svona error í pósunni. Hann áttaði sig ekki á með því að fara til vinstri, hann myndi að vera sýnilegur hægra megin líka, eða fattar. Og hann, það er í rauninni málið, en í flesti tilfellum þá bara isolator að fæta hann að hægra megin því þú átti eiginlega ekkert erindi í vinstri fætin, sko. Nei, einmitt. Miklu, já, svona
Þetta ennþá KPJ bara að sína að þeir eru sterkari og þetta kemur svo sem ekkert á óvart en þetta leikur rosalega vel út í að, ég meina 4-5 rándum, það var allt í lokin að terr en nú á City hliðinu þurfa þeir líka að læra að spila móti KPJ og þar eru þeir líka með reynslu á öðru sætinu. Trausti komin að vísu framalega hérna upp. Nonni hins vegar komin í baki. Verður Nonni vita að Pjakk hérna ágætis pæling. Eru komnir út á miðjuna, þannig að það gæti verið fínast tímasetning fyrir hann að kíkja miðjuna. Þarna heyrir hann þetta. Já, búast ekki við, en hann ætli viti náttúrulega ekkert af Nonna, þarna komin alveg á tíspánið. En gerir vel, smókur út, nær þá að einangra fætin við Nonna og tekur hann. Og hann að koma sér í burtu og nú bara einn maður eftir. Nei, Pjakkur búinn að vera góður í þessu leik. Hann er bara algjörlega 13 kill, leiðir hérna Ía á móti KPJ. Og Edison einn með bombun á sér. Já. Pikarinn að veita hann af honum í glugganum. Nei, Orri tekur hann. Bomba lág ennþá. Þetta peningur sé ennþá góður hjá KPJ hérna. Þannig að, eða hvað? Þetta eru 3 rakáður. Þetta að spila svona hero-kaup, sýnist mér. Jú, okay, þeir ætla bara í þetta. 3 rakáður, 1 vappi og sem bara 2 pislur. Sem bara allt í lagi kaup svo sem. Bara tryggja það að Óli nái vopnunum sem þeir þurfa. Fer ekki í gapið hana. Kemur longrausið út. Taka mikinn skaða á leiðinni. Smókurinn kemur hérna. Edison alltaf bara hjólaðið út. Nei, það blastaðir. Það bortar. Vel gert hjá Edison. Mjög góð. Ég raunir bara Pjakkur aðeins einn að byrja að skjóta gegn. Þau voru komnir alveg vel framhjá áður en hann byrjaði. Vel gert hjá Trausta. Overkvæm spottar, það aldrei að fara að búast úr vappanum og það sést hérna. Hann sér mikið lengra með þessu en 2 á 2. Littir hérna í hárið hans bara á topnum. En já, núna eru bæði liðin að spila svona chicken. Hvor á undan að gera mistökir í hérna. Nægu tími fyrir KPJ til að aðeins bara sjá hvort að þeir ætla eitthvað að hreyfa sig í þetta. En ég meina, Ía þarf í rauninni ekki að gera neitt, sko. Þeir vita að þeir eru fastir á longinu. Þeir fara ekki núna bara hægt í að byrja að labba upp fljótlega. Þeir eru að vera eitthvað gráður í þetta, sko. Það einmitt, Nei, svo nefnir, þetta mjög snirtilega gert af þeim. KPJ eru að trista á að þeir gera þessi mistök, en því lengur sem tíminn slæðir niður, því meira svona verður að í hag. En þetta ætti að fara að vera svolítið... Þeir eru með engan cross-smoke hins vegar, þannig að þeir þurfa í rauninni að labba hérna. Gabbi veit núna að hann þarf bara að byrja að múa tíminn er lár, þannig að hann byrja væntanlega bara að hlaupa fljótlega, gerir ég ráð fyrir. Mollin mjög tímalega staðsettur. Tefur nóg kannski fyrir hann akkurat. Frábært. Þetta bara mjög snirtilegt hjá Ía. Mollat að koma út, hann verður að fara í plantið að Nonni. Þeir bara koma sér nær hérna, góð greina. Tekur eitthvað 30-40. Breytir þessu í 2v1, þeir þykja það frekar og núna sneika þessir hættið. Nonni reynir að fá fína góð sæðina, já, hann heldur að Gabbi sé ekki crossa en þá Gabbi veit á hann, Mollin kemur út. Vel gert hjá Gabba. Og líka peningurinn núna hjá KPJ ekki góður. Sjáum hérna. Já, þeir kaupa alveg niður. Já, þannig að þeir eiga enga pening hérna ef að Ía spila þetta rétt á 8-11. Með vappan. Við höfum ekki séð mikið vappan hjá IA í City-liðinu. Nei, Ors svona eitthvað greip í hann áðan og tekin Óla. 27 fragg. Já, þetta stjörnuleikur frá okkar manni. Ég hjálpa líka til að henni mastaður. One of us. Ég bara þegar að vera með í umræðinu. Hversu mastaður getur hann tekið sér til hliðina hérna, strauðir þetta út. Kyrsla hérna. Liðið bæstinn, hleypur bara í þetta og spammar, hann ekki hræddur við neitt og þetta líka eitthvað sem þeir mega alveg gera núna, Trausti, þó að Trausti til að halda sætinu til Lulu með honum ef hann þarf, en hann þarf þess ekki að halda. Nei, KPJ ekki einu sinni ná að brjóta nýtt peningarna hjá Ía eins og Rodríguez Fellur.
taka bara alla 5, mjög sannfærandi, missa bara eitthvað 60 líf sín á milli. Nú, örugglega bara mikilvægasta ránd fyrir IA hinga til, kaup sem að mun brjóta bankan hjá KBJ ef þeir tapa þessu og þá eru við bara að tala mjög nálegan leik. Algjörlega. Bara farið að stefna í, ég meina hefði IA átt betri byrjun í leiknum, þá varum við í allt annari stöðu núna. Já, við erum líka að sjá að IA spila rosalega banger í döstinu. Þeir fara bara 2 inn á bíð, middin alveg opinn, bara takið hana. Þetta er bara gratis, skilurðu. Þeir eru ekkert að mæti neðra, þeir eru ekkert að pusha lobbyin. Þeir eru rosa lítið að fæta neutral. Og það er kannski bara besta í stöðinu af því að KBJ virðast vera svona vonast eftir því og hafa verið að gera það hinga til allavega. Já, þeir eru í rauninni bara ekki að fá neitt gefins og það sýnist það að vera að hafa smá áhrif á móralin hjá KBJ. Gullfalleg opnum þarna og þeir sýna það að þeir geta líka spila svona off-angles eða bara aggression. Ors sækir þarna flott pikk í tunnelinu og það er lurkið, kemur ekkert á eftir þessu þannig að þeir ættu að geta púsla þessu saman að ef það er eitthvað snemma þá er það á A-sæti frá skjortunu og spraydownið er gullfallegt. Einn maður eftir núna solo á longinu og þar sjáum við kaupið eða bara fara til fjandans. Já, þetta var bjartsýnt að alltaf ekki fara bara í gegnum smókinana. Spotta hann, núna allir að horfa solo. Annar smókur. Já. Það vantar að geta svona prónað og... Já, við erum að sjá allt mikið af þessum fail cross-smóku. Eitt smókur nær alveg að covera á milli. Já, jú. Þú sér heldur ekkert frá shortunni þó standur ofalega. Nei, já, þú stendur á bíl kannski, eitthvað það er þar, en ef þú ert bara að labba við, þá ertu góður, sko. Það er nefnilega önnur breyting við þennan leik, það áður fyrir þá þurftir alltaf 2. Og maður sér meira sér sum lið bara að henda 2 til öryggis. Ég held að í þeim tilfellum sem fólk heldur 2, það er bara pure miscommunication. Já, alltaf ekki. Ég smóka og sem henda báðir, skilur. En Traustið opnarinn að tekur Óla bara leið. Þetta er orðið leikur. Já, þeir eru að taka sirpur hérna. Þeir eru geggjaðir í nokkur ránd sem missaði þetta pínu frá sér og sem aftur geggjaðir. Þannig að ég er í rauninni bara mjög hrifinn af að IA er að sýna okkur akkurat núna. Ofverkur fellur þarna snemma, þetta er annars stór leikmaður. Og greina aðeins og sein kannski, en nei, eða hvað? Fær þarna vill úr en hins vegar Rodríguez komir inn á. Gabbi, þetta er orðið allt í einu mjög erfitt fyrir IA retake hérna. 1 AK og 1 Colt, þeir verða reynir þetta, þeir eru með peningi í þetta líka, þannig að þeir hafa ekki efni á að fara í hérna match point, sko. Ekki á móti KBJ, þannig að núna er þetta all or nothing. All or nothing, heyrðu það hér fyrst, hvað gerir IA? Mólin flössar engan út, Nonni spila nálægt hurð, enda bara með bíklu, en þá keira þeir og hann nær bara 2 með þurfti, ekki aðstóð, Ors eftir og hann nær ekki nema 1. Missa þetta frá sér, þetta ránd, svona mjög óheppilega. Gabbi einhvern veginn svona smá out of position, hvort hann hefði getið flass, að því hann var fyrir aftan lobbishurðuna. Outflass kíkir, það voru 2 komnir og þeir eru, þú veist, 70 gráðum frá hver öðrum. Getur ekki tekið á báða og þú veist. En það var köttað á hann kannski aðeins og seint, þar við sáum ekki nákvæmlega hvernig þetta spilaðist hans megin. En hann hefði þurft að vera good for 2, sko. Eiginlega, allavega 1, sko. Það skiluði engu. Þannig að maður hleypur bara út og maður átt að strættu við að gera það. Negla þetta og núna sjáum við svolítið meira aggression heldur en við verðum að sjá hjá IA. Jú, það er búið að koma einu sinni fyrir en þeir hitta alltaf á réttu tímasetningu. Þetta er bara önnur tímasetning sem þeir eru að hitta á. Ors opnar. Gabbi hittar á öðru svæði. Þeir eru fætinn. Bottan þarna í neðra greina, hann tekur hann líklegast út nema hann er að kötta hann á hornið. Já. Gabbi, vel gert hjá honum. Þetta var... Ég geta náðu þessu aftur núna. Algjörlega, við erum að tala um að peningurinn er svona ekkert frábær hjá KBJ. Mögulega pínu líflína hérna eða ná þessu rándi að eitt af þeim rándum er að fara að vera mjög lélegt kaup. Eina er að Ofverkur er ennþá lifandi. Hann er mögulega bara þú veist að silent upp þessa línu en hvort hann vatti það náttúrulega er ólíklegt. Hann býst vantilega... Edison maður. Hann er líka frábær undir pressu, Edison. Eins og ég sé hérna, það er bara mjög líklegt að hann á að loka þessum leik hér. 2
af öflugustu leikmönnum KBJ eftir ofvirkur Ederson hafa gert þetta 100 sinnum áður. Gabbi með 18 í líf líka. Eiginlega ekki með HP til að taka Nei, og líka sjá Óla, hann bara slakur, passa bakið, pjakkur, feikar hoppið þarna, kasta bombunni yfir. Óli hins vegar, já, hvað hann snöggur maður. Þetta munaði millisekundu að en Gabbi á móti Vappa á Óla línunni. Óli fer bara í þetta. Já, þetta þvílíkur jeppi. Ekkert mál fyrir Jón Pál. Nei, ok. Nei, já, nú hættið þú. Þú komin í straff. Nei. En ok, við sáum allt í lagi leik hjá IA en þeir hefði getað gert mikið betur í byrjun og meira segja þarna í lokin það voru svona skrappir ránd en við sáum þeir eru alveg með leik til að spila hérna. Já, þeir voru bara mjög öflugir. Þetta voru nokkur leiðilega ránd fyrir IA til að tapa. Á bara versta tíma eins og þetta ígvaránd þarna þegar voru á bíinu. Mér fannst svona tilfinningin smá vera að IA var að upplifa playstílinn í fyrsta skipti. Eiginlega. Að þeir byrja hægt og eru svolítið bara hvað er í gangi? Síðan bara ok, við erum búin að fatta þetta og ná að sigla inn. Og sem gerist eða sama í setjahelmingnum. Bara ok, þeir eru ok. Já, og byrja ógeðslega hægt og síðan aftur, við erum eiginlega búin að fatta þetta. En síðan alltaf kemur eitthvað svona litlir errorar hér og þar sem skilinlegt, við erum alltaf bara mannleg og mista leikinn þannig sér frá sér. Hvort að ef þeir myndu spila aftur á móti KBJ, hvort þeir myndu vera betri eða hvort að KBJ myndi bara adapta betur þá í playstíl IA, veit ég ekki en til að segja það, þá kom mér bara óvart IA voru bara öflugir, almennt þeir áttu bara frábæra sirpu. Ég ætla að taka undir þetta svo sagðir mitt að þeir voru fljótir ekki kannski fljótir, nógu fljótir á móti KBJ en þeir adaptuðu í bæði T-hliðinni og sama í C-hliðinni, adaptuðu og þetta er eitthvað sem að mörg lið bara geta ekkert gert, þeir eru fljóta að fólda en algjörlega, við sáum ekkert fold í mentality hjá IA, þeir voru alltaf aðreina, alltaf í leiknum alltaf, þú veist, gáðist aldrei upp. Nei. Og það er bara gott svona merki að IA eru komni til að vera, sko. Algjörlega, og ég bara get ekki verið hreinlega samlegaður, en þeir eiga eftir að fara yfir í Nuke mappi og þetta að vísu map-pickið hjá KBJ. KBJ að vísu, sko, núna, þú kannski búin að læra aðeins á KBJ, en þetta allt annað map. Þetta allt annað map. Óli ekki með sömu presence í Nuke og hann með í Dust 2. Hefur ekki sömu presence? Nei, en aftur á móti ertu með Ederson sem frábær Nuke-spilari líka, þú veist, Solo náttúrulega, þetta allt frábæri leikmenn hjá KBJ, þannig að þetta verður brekka fyrir IA. Hins vegar svona miðað við spilastílinn hjá IA sem við erum að sjá, svolítið bunker-heavy lið, þá ætti Nuke að vera bara ágætis map fyrir það, hvort þeir eru með rotating og allt þetta á hreinu og hversu vel þeir eru góðir þeir að lesa í rauninni árásina hjá KBJ. Jafn gott utility? Já, þá held ég að þetta sé anyone's game, sko. Ég allavega spenntur að sjá það, en við þurfum að taka stuttli áður en við gerum það. Það eru styrktaraðal og rakkar hérna fyrir framan okkur áður en við förum yfir í Nuke. Já, hann kerir 24.000. Það getur alveg góð standi, sko. Ættir að ganga. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er ABLT27. Já. Flott, maður. Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on!
Já, verið velkomin aftur. Já, það þá búið að sýna okkur hvernig á að spila Dust. Það var engin annan en Ofvirkur sem að tók bara leikinn heim þar, loka honum og eiginlega bara opnaði hann í öllum landum. Algjörlega, náðan 30 í lókina. Ég reyndar fór ekki Hann var komin í 27 þegar voru mörg ránd eftir, þannig að mig grunar hann hafi náð allavega 30. Og hann sótti síðasta killið, guaranteed, þannig að Gefum honum það. Hann fekk 30 kill. Já, nei, æðislega performance á Óli Ofvirk og í svona leik eins og 13-9 þá var svolítið hægt að segja bara Óli Ofvirkur gerði meira en þurfti fyrir sinn fyrsta leik með KPO. Það var bara á hans herðum, ég segi nú það ekki, þeir voru allir góður sko, en aftur á móti var hann svolítið að gera munin líka, að ná þessum entry-frökkum í gegnum alla þessa smóka, þessi flush og þú veist, ef við mínusum öll þessi quote-unquote lucky kill út, þá væri hann örugglega svona 10 frökka, nei. en ekki að taka samt neitt af í að... Nei, þetta er náttúrulega bara game sense hans Óla, hann veit hvenær hann skjóta þegar flassin kemur, hann veit hver líklegast að gæðin stendur með við þetta er bara, þú veist, eins og maður kallar þetta heppni, skiluru, þú býr til þína eigin heppni í Counter-Strike og hann er bara, þegar þú byrjar að gera þetta alltaf, það er bara tvennt sem kemur til greina, hann er hvort að svindla. Ok, Óli að svindla, þannig já. Er það hér fyrst? Eða bara hann tekki leikinn það vel sem hann gerir, sem hann er búin að spila svo lengi sko. Það er alveg rétt sér, eins og segir, þú býr til þína eigin heppni, já, heppni skot, það má kalla það en það þarf einhver að stjórna kontrollborðinu sko. Já, algjörlega. Það þarf bara að vera forritis og sittur í töluna, eða ekki? Nei, þetta er sama tilfinningu ég fæ því ég spila stundum á móti Peter, skilur, þú veist, ég er bara svona, hvernig er ég búin að vera wallbangaður 7 sinnum, þú veist, og hann einhvern veginn hittir alltaf í gegn og ef ég skýt tilbaka þá fer þetta einhvern veginn alltaf yfir hann en hann bara leysir mig í gegn. Þannig að, jú, þetta er bara góða leikmenn, skilur, hvernig leikinn. IA yfir í Nuke og þeir hleypa þessu náttúrulega bara í gegnum vít og voru þeir kannski að búast við ykkur öðru pikki? Þetta er pikki sem ég bjóst við, sko. Okay. Ég bjóst við Dust 2 og Nuke. Ég var svona aðeins meira vill hvað myndi vera þriðja mappi en það var kannski Anubis líklegast en ég er alltaf spennt. Ég held þeir myndi pikka Anubis. Ég var svona eiginlega hallast að því að KPO myndi bara flóta Nuke bara upp á helming en síðan eftir á hyggja ef þú ert að spila móti lágu síti það minni líkur að þú gerir það. Þú veist bara að ég er að fara að gera það í terr. Já, eru kannski ekki sjálfur öruggir með þessi í Anubis og vilja kannski ekki fara í eitthvað svona punish pick, ég veit ekki eins og hvort að KPO séu slæmir í því ef við förum alla leið aftur í tíma þegar það var í púlinu. Nei, og ég held líka bara að KPO veit þannig sé ekkert mappúlið hjá IA. Nei. Við erum að tala að þeir eru held ég bara að setja sig í þá stöðu bara að við erum betri en þeir í öllum pikkum bara það sem við erum góður í og ef þeir eru góður það líka þá verðum við bara betri, eða þú veist, sem er eiginlega bara besta approachið að taka, ekkert verið eitthvað ofhugsa þetta, farið bara í það sem þú ert góður í og vonaði bara að það gangi vel. Eins og þú segir, ekkert að vera ofhugsa, fara bara í Nuke og vonaði að besta, við erum alltaf tilbúin að fara yfir í Nuke, það er þá seinni leikurinn og getur IA gert eitthvað til að koma sér aftur yfir í þá væri það þriðja mappið sem að, en með skjálfast ekki, var það Anubis. Það er Anubis, þannig að já, en það er flótað gegn. Trausti finnur allavega opnun núna í þetta skipti, þannig að IA byrja á ágætum stað, en það er úti sem að KPO kýs að strauja, en það er ekki alveg að... Þeir eru bara að ná að krossa, eða hvað? Ekki að ná að tengja, jú, ok, vel gert. IA, nættveimur, bomba líkur hana og þurfa að fara að sækja hana 2-5 núna. Crack open a cold one. Snap, crackle, pop. Gekkja flankina. Samfærandi tútap hana. Já, bara, og líka bara samfærandi setja pistol. Ég veit við erum í pistol og það er kannski ekki alltaf, segir ekki alla söguna, en allir 5 lifandi hjá IA. Ég sé bara KPO svitnandi núna. Lófarnir orðnir alveg rennblautir og bara hvað var þetta? Hvað gerðist þetta? Ó nei, fá ekki fyrstu 7 rándin frí. Þetta var líka bara svona, þetta djarft pussant við KPO. Já. 5 úti, engin smókur, engin flush, ekki neitt. Þeir voru bara við ætlum bara að drepa ykkur en Uspurnar reign supreme í þessu færi, sko. Kannski ofgóðu með sér þarna og... Nei, það fer ekki að milli mála í að eru leikmenn sem kunna að skjóta, sko. Það er bara, þú ert ekkert endilega að fara með advantage og alltaf bara að dræpíka það, sko. Þess að KPO hefur fram yfir þá er akkurat liðsheildin almennt og líka bara leikskilningurinn. Góðmáli, keira þarna inn, góð pósa hérna, nær 5, nær þriðja, 1 fyrir vendi með bombuna, Óli komið niður, eins var Pjakk, nei hvað, Delulu tilbúin að taka mótunum. Já, hélt að þeir hefðu komist í plantið en vá, ég sá ekki að Pjakk, nei Delulu afsakið væri þarna niðri. Viltu vita mjög skemmtilegt? Byggit. Þetta var force round.
Þetta var forsá. Já, þannig að og þeir voru góðu fyrir einn. Þannig að Ía bara lítið vel út í hana, núna bara einhverja glokkur væntanlega, kannski einn og einn digla mögulega, en... Geitinn. Þessi klassíska geit. Já, 3 diglur koma hérna út, þannig að þeir eru mjög líklega, heitir 3 úti eða 4 úti. Þannig að hugsunum var aldrei að fara niður á BMF, það var bara panic move sko, eftir að fyrstu 3 dóa þarna, þá hafði hann ekkert annað í boði sko, en að reyna að ná bara plantinu til að bjarga einhverju pening. Geggjað skot hjá Óla. Með litla voppanum. Hversu mikið damage er maður að gera þarna í gegn? Með þessum high... Það að taka upp reiknivélina býta aðeins. 15 damage. 15 damage. Ég veit það ekki. Sko, vappin, ég meina headshot. Þú dreipur að headshotinu með vappanum, en... Já, þetta er doppeldinkað þarna í gegn með diglinu myndi við halda það, sko. Vel gert. Sitja þetta í jafnastöðina, 3-3, 2 komnir niður hérna í Secret, 3 komnir niður í Secret. Er eitthvað niðri? Nei, Pjakkur á rampinum ennþá. Ætla hann fara að fikra sig niður fljótlega, vill væntanlega bíða eftir smóknum áður en hann... Já, en þeir eru hins að bara með diglunar. Leið og hurðun opnast, þá byrjar allir að hjóla niður. Já, núna kemur þetta Astralis planti hérna, 2 fara strax til að halda vendinu, vel gert að gera það bara leið. Pjakkur, ég veit ekki hvað hann er, kannski að bíða bara eftir The Cavalry hérna, sýnist mér. Þetta er eiginlega verra fyrir, held ég, KPJ núna. Þeir eru allir að koma í gegnum téð. Eru bara með diglunar, allir fastir hann fyrir aftan hurðina. Ég veist gott að Gabbi er að hitta hérna. Þetta er sem nær einum, nær öðrum. Þetta er gali sko, Eddi 3 í þessu rándi. Spottar hann. Fyrir jiglið líka, þessi leikmaður er geggjaður. Og hleypur út á til að taka klára, en hann nægir að komast í burtu. Nei, ekki svo gott, Nonni tekur þetta. Nei, þetta var ódýrt ránd fyrir KPJ, fannst mér. Þeir fara þarna á 2 pikkum, svo sem líka bara búast við í að vera aðeins meira passiv á móti þessum lóbæjum. En aftur á móti mjög sterk fyrir byrjun hins vegar hjá Ía, en þetta hefði bara verið fínt fyrir banka þeirra að þau eru ekki að missa alla þessa kolta sko. Þeir kaupa alveg niður núna og eins og segir missa koltana, það eru 2 MP9, þetta er ekki heilbrigðasta kaupi, en þetta er líka einu leikmanni sem er með allt utilitið á bakinu sínu. Nei, líka móti leikmanni eins og Óla, þannig að ef við setjum þetta í 3-0 þá byrjar aðeins að sjá svona trillingi koma. Get in the game. Sýnist þetta sem vera mjög meðvitað að eitthvað á rauða. Nei, það er svo lengi að ná honum þarna. Remmingur, Trausti er treytaður út, en fellir þarna mikilvægan leikmann og eitthvað info sem kemur í kjölfarið þarna. Þeir eru ekki allir úti með þessu smókum. Og allar hann bara hlaupi í þessa líka. Komur inn á hérna og Solo fer bara strax til hægri og nær að taka hann út. Ótrúlega flott hjá honum þarna að... Gabbi í rauninni seldan alveg. Það var, hann er bak við Silo og hann hleypur út gula frítt, drepur hann áður en að Gabbi tekur lína. Hann í rauninni seldan sko, en hvort að það hafi ykkur áhrif á niðurstöður ránsins kemur í ljós. Og þessi tímasetning á neitinum var svo góð, hægir eiginlega bara á honum líka. Já, Horsniðist til að halda hérna, Vappi retake þarna, mjög erfitt. Ég held að þeir láti þetta alveg eiga sig. Það kemur svona gentleman's agreement, hann ætlar nú aðeins að kanna málið, þannig að þeir spara eða fara í þetta. Ég veit ekki... Og Orsi er rosalega svona yfirvegaður í myndavélinni. Bara einbeittur, tekur þetta skot. Engin viðbrögð. Nei, hann er ice in the veins. Það er svona hann er svona device-inn sko. Já. Hann er oft með monni sín þarna hinum megin. En gott ránd hjá KPJ, peningurinn ekki góður, 1 vappi og 5-7 líklegast eða eitthvað í þá áttina frá Ía. Kynni maður vilji bara taka uppspilnar á þetta. Þetta er svona dæmi sem ég er að tala um. Ía, þú spila vel, kunnarleikinn, góður að skjóta. Þessi mikromistök. Að selja þarna gula, þú mátt ekki gera það, þú verður að halda ef þeir hlaupa út. Sérstaklega þegar hann tekur hann langa tíma að hlaupa til að ná línun á vippagæn. Þú mátti vera lengur að stoppa það. En það að vippagæn svo tekið nætt. Ekki bosa þarna hjá Rodríguez, sleipið hann fram hjá, búist ekki við honum. Trausti sér eitt fara fram hjá, næra hjálpa þarna.
Edison. Já. Það bara enn og aftur sama staða fyrir Ors núna og þetta skipti fær hann ekkert bara frítt allavega. Nei. Það verður þetta. Þeir eru ekki eins og búin að planta að hafa alveg nægan tíma til að finna hvar hann að fela sig. Það Grenan hins vegar í andlitið. Og búin að slá. Já, getur ekki flúið lengur. Önnur Grena kemur. Molli líka. Það er verið alveg að þjarma að honum í hana. Og einn að mæta honum niður í Þetta er ömuleg staða fyrir hann. Það bara ekki, hann var aldrei að fara að fá að spara þetta hvort sem hann myndi fella 1, 2 og 3. Það bara ekki heimur. Edison tekur líka vappan og hendur honum yfir á ofvirk, þannig að ofvirku strax komið á komfort vopnið sitt. En ég allavega komnir inn í leikinn strax, þannig, og þetta er þeirra mapping. Jú, þeir eru sparið núna, en ég býstu að sjá mikið meira af þeim. Ég meina... Annað spar. Forsuðu þeir sem sagt með vappanum hann aðan. Jú, ætli það ekki. Já. Sús á pjakk. Og það er lobbygrönsið. Lobbygrönsið, já. Eða hvað? Kannski Ramstak geti líka verið... Já, þetta er eitthvað svoleiðis. Eru þeir að bústa manninu kannski upp? Já. Nei, já, þetta sús, ég elska þessa stuð. Þetta er samt svolítið Edison, rosalega mikið. Ég ætla að segja það reitt, ég var með hár áður en ég lendi þessu 10. Fauk eftir það. 15 ára síðan. Hvert eina skipti fjallu svona 50 hár. Núna er ég hárlaus. Ég er þarna með þér. Ég bara... Búin að fara að súsa þér of oft. Súsið er svo mikið, sko... Þetta er bara svona... Haha, náðu þér. Það er eiginlega vola lítið annað, sko. Trillandi, sko. Nýfurinn er ekki eins pirrandi, sko. Það er bara því að þú getur alltaf justifæð að upp á peningreikina. Hann fyrir bara fengi að gýra hann að bróma. Herðu, og hann Pjakkur er góður fyrir einn, sko. Nei, Pjakkur! Hann gefur pósuna og ég skil ákvörðunna og góð. Já, að vísu. En aftur á móti hefði svo sem getur líka bara byggðið og tekið þetta fría gel. Hann er svo fastur núna, hann er svo... No way, hann er að isolata hana barda, hann dingar nonna hana. Trausti einn eftir því að vola lítið sem hann getur gert, en það var heimur sem að þeir sækja 3 leikmennina og eru 3 lifandi. Trausti, já, getur slótt einni viðbót en ofvirkur, nóg og snöggur. Þetta var, ég skil ákvörðuna hjá Jack að því, þú veist, liðið þetta er að fæta og það er 2 kill. Já, er ég að fara að beita en þú ert með uspuna. Já. Þannig að þetta er alveg svona... Báðar ákvarðanir eru réttar. Ég veit. En þessi bara hefnaðist ekki núna. Nei, einmitt. Þetta var svolítið svona, já, eins og ég segi, það var ekki hægt að setja neitt út á þetta. Hann var með 200 kall sem hann misti, það er ekkert svo... Og líka með slúsinn, þá var hann líklega bara good for one og deyr, sko, þegar hann tekur hann tíma að taka upp. Þú sér liðismanninn þinn sem er uppi fastur, ná hvem, þú getur komið inn á óvituðum tíma. Algjörlega. Ekki þetta dæma neitt út af þetta, bara óheppilegt að þetta hafi ekki hefnast hjá honum. Hefnað ígó myndi ég samt segja, sko. Já, bara fínast ígó. Og þá allir, 3 leikmenn hérna niður, 4 leikmenn afsakið og ekki búin að láta neitt vita sig nema smókarnir, en það er alltaf gísk. Pjaksi komin hana fyrir aftan sælóðið. Reynda bara einn að taka móti þessu. Óli kemur hérna seinna. Þetta kom aðeins svolítið óvart út. Já, það verður erfitt fyrir Pjakk hérna þegar þeir koma allir hlaupandi út. Þeir ætla að taka gluggan allir, eða hvað? Þessi Molli er... Nei, hann er lífið. Tímasettur. Já, það er eitthvað. Tímasettur upp á rótindi getur Pjakkur er eiginlega bara 1 núna. Þú veist, þetta er akkurat svolítið þannig. Ef þú ert 1 í þessari pósu, þá ertu ekki endilega að fara að vera góður fyrir fleiri en 1, sko. Nei. Það hefði þurft að vera annað komið í 10. Það er eitthvað spottaðir og bara í með stöðu. 4 á með plantið og núna með læst vendið. Það er voðalega lítið sem að geta gert hérna aftur og sem að smá svona byrring koma í að... Algjörlega, og þeir eru líka, þú veist, þeir eru ekki með neitt info þegar að labba það niður. Það er enginn að grena smókin sem tengist því líklegast að peningurinn hafi ekki verið nægilega góður. Það hafi ekki haft efni á greinunum, hafa allir líklegast tekið smókin fram yfir. Þannig að þessi smóka eitthvað kemur og allir eru að silenta og þá er enginn grena til að sjá hvort það eru þarna ekki. Já, kemur aftur. Heyrir þetta, hætti að heyra þetta. Ég er bara að bíða eftir því. Do it.
Ég sá það bara, ég fylgdist með fítinu, sko. Já. En þetta er rauninni eina counterið við þetta play, annarkvort einn að mæta snemma í Secret til að fá þetta info, eða vera með greinar, og ef það ert ekki með greinar, þá verður að spila roundið með í Secret. Að minnst að spamma, ég menna, og getur fengið. Eða spammið, já, bara þannig að þeir byrja að hreyfa sig, hoppa jafnvel, og þá færðu þeir svona eitthvað hljóðkjú eða eitthvað. En þarna koma þeir, labba bara niður, Pjakkur náttúrulega neyðist til að fara niður af því þeir viti ekki hvort þeir eru þarna eða ekki. En hann aftur á móti getur ekki stoppað þetta einn. Þetta er eitt af þessum möppum sem að sko tók mig að minnst einhverjum tíma að fatta að rotatið er svo miklu meira important en maður heldur. Nei, þetta er líka mapp sem að þú byrjar að sjá gífurlega mun á milli öflu og lélegri liða. Já, af því þetta er game sense mapp. Dust 2 er miklu meira aim heavy. Núna er þetta bara hverjir eru betri í CS. Þetta er þannig mapp. Eiginlega. Að menn eru að sjá rosalega mikla stöður einir, það er eiginlega bara á A-inu þar sem að menn eru eitthvað að spila saman. Þú ert að lesa leikinn rosalega vel. Þetta er að því þú veist að rotationin er svo ótrúlega mikilvæg. Og þarf eiginlega að hitta þessu til að þetta sé svona eitthvað sem ekki, gerir það að stöðkvæmstu. Já, mjög gott. Glugganum komur út, gluggan, hoppa på beint niður, þrýr í ténu, en aftur á móti verður bara smókaður út í hana sínist mér. Lassaðir allavega. Edison er náttúrulega bara með geggjað pósi, hann er ekki að fara að taka skotið, gullfallegt. Já. Og veitum þriðja að þetta er bara textbook CS hjá honum hérna og svo snirtilegur og Gabbi, þarna eru þeir bara að hugsa við eigum sér. Og þeir fara líka upp sko. Vita Gabbi er líklega svent megin. Núna er hann alveg í vonlausari stöðu en hann verður að fara vendið, hann heldur því og já, þetta er sem bjargar sér rándi algjörlega. 4 stykki á hann og já, Gabbi og ég meina sko gott play, fara þarna í Secret, mér sýndist Edison komst þannig bak bara með að fara hell eða? Jú, ég held að. Já, hefur bara farið í gegnum í kredit og farið hell. Virkaði fullkomlega hjá þeim. Þetta var bara flottu CS. Þarna eru þeir bara að stilla sér upp fyrir retake-ið og það bara, þetta er ekki að hvarla að þeim. Hvað bjóð sér með þetta flank eða hafið efni á manni til að senda í þetta? Nei, og þú byrjar líka að sjá meira frá í verð sem þetta byrjar að ganga, þá verða þeir minna confident að taka þessa fæta. Ég ætla bara að reyna aftur í þetta hopparna. En Rodríguez nær honum væntanlega, nei, eða hvað, hittir ekki Pjakkur kominn til varnar. Þeir séðan aftur í að sækja sína stöðu þar sem er enginn Delulu núna einn í vippanum og hinn maðurinn inn í gula. Það er allir svolítið sundraðir og þetta er bara það sem er KPO vilja. Algjörlega. Þeir eru góðir í chaos. Info þarna. Delulu reynir að spila þetta tilbúin með þessu. Búast ekki við honum hér út af þessu. Gott beit þarna fyrir Delulu. En Óbergur kom með línuna. Já. Kannski aðeins og græðir þarna. Spurning hvað KPO vill gera hérna. Þeir vita einn á gólfinu, vita mögulega Pjakkur er þarna sem fær tæming á Edison. Okay. Óli Lár, en aftur á móti náður opna gólfið, vita hann er á rampinum. Hann er að gamla bíð. Já, smókar þarna, heldur hann sé kannski komin í hell, en þetta er hindar áhugavert play hjá Pjakks. Býttu, Óbergur er að fara. Hann áttur að heyri í honum. Hörðu, þetta er svo gott, þetta er eina leiðin til að vinna þetta ránd. Nú er þetta heimur, þar sem hann getur tekið og loka rándinu. Góður molli, virkilega góður molli. Já. Hann fer samt, droppar óvart niður. Heyrir í hann þarna, Pjakkur það bara að spila tíma, það er ennþá tími fyrir honum til að sækja bombuna en hann veit ekkert hvað Pjakkur er. Tíminn er að tikka of hratt. Ég held þessi bara að spara á byssu. Hann hefur ekki tíma í þetta. Býttu? Jú, hann hefur tíma. Hann hefur tíma. Hann Oh my god! Ég var pínu stressaður, ég ætla ekki að ljúga. Þetta var Orri líka þegar hann heyrir hann hoppa þarna upp á sko, verður að cancela sko. En já. Þetta var næstum búin að taka upp AK-un og skjóta hann sko. Þetta var bara, Veistu, ég verði að gefa hann það bara að stikka þarna. Það er ekki allir sem hafi gert það heldur. Þetta var reyndar samt. Sko, það sem er ógeðslega fyndið er Óli gerði svo rétt með að fara niður. Já. Miðað við að hann hélt að gæinn væri, þú veist, hann drepa gaurinn úr rampinu. Í hellinu. Já, í hellinu.
hann automatically hugsar væntanlega gaurinn að fara í hellið, smókar hellið, næri bombuna og hugsar hann getur verið komin upp í katti, skiljur ég fer bara niður, frítt plant, allir glaðir Pjakkur tekur bara eitthvað 900 IQ move og fer niður í átt að secret til að komast í vetti frekar sem alveg geggja þannig séð þeir búast við honum í hellinu en þetta var bara frábær leikur hjá Pjakkarna Óvirkur eins og hann ekkert hættur hann spær bara tvisvar tilbaka oh my god þegar ég segi það þá bara enn og aftur þú hítar hann bara upp með svona dóti sko. Þannig að það vita betur næst en að bara leifa best kannski bara leifa hann og fá plantið hleypt honum bara inn og vilt óvirka ekki óvirkan þetta já hann mjög flashy leikmaður hann má eiga það alltaf gaman að horfa á hann Ég dyrka að fylgjast með honum það fáir sem hafa þetta svona hleypur bara með glokkuna núna í bröst finnst mér líka og meira svo horfir á Óla versus til dæmis Rafli báðu frábæri vappar og skila sínu en hvernig þeir spila vappan bara algjör andstæður Rafli tekur bara línurnar hittir þeim að þeir bara confident á sínu línum og svona og meðan Óli einhvern veginn bara helmingurinn að killa honum hans eiginlega fáránleg maður einhvern veginn þetta alveg svona Þetta fer svolítið út í simple svona back in the day þar sem hann spila betur undir chaos þetta nefnilega þessi umræðum hver besti vappinn og allt hann svona svo erfið þegar maður svona Rafli náttúrulega með result hann alltaf að hitta skotanum sínum allt hann en ef maður talar svona meira entertaining vappinn þá klárlega Óli aðeins meira entertaining sko Þetta var líka alltaf umræðan eins og ég var að nota simple til dæmi. Það var líka alltaf Device var besti vappinn en entertaining alltaf. Og Óli svona maður sem að fítar á að vera herri Rafli myndi falla meira undir Device hatni og akkurat. Virka betur í, herri púls. Og þetta bara líka, þetta einmitt kemur bara með confidence og hann ekkert að skjóta bara eitthvað út í loftið, hann að klera línur með þessu. En Fellir hann Adelulu gerir vel, Kirjan veit að vappin þarna, ef hann hittir ekki þá erum við killið, Pjakkur hann sér hann. Þetta munnaði hárspreitt. Pjakkur er lunginn spilari sko. Lúmsku gæi? Já, algjörlega. Hann alveg að lesa þetta rétt en hann munnaði bara hárspreitt þarna hvort þetta hefði gengið upp hjá honum. Og ennþá tímasetting hjá Gabba Ég hef ekki séð marga spila þessa stöðu Áhugavert Vissi ekki einu svona kæmi svona djúpt inn í hornið Tekur ósamann skada þessari greinu Eða bara gleipur hana Koma 2 Það þýðir að báðir leikmenn eru þarna Delulu rótetar út frá því Leggar hann, hinn opnar hurðina fyrir aftan, nær væntanlega að hreinsa, ég gert þér trausta, hann tekur bara gegnum hurðina. Elska þetta. Já, það bara... Líka info, leggar, lár. Já, plaffa bara gegn brýtur hana og margir hefði bara opnað hana sko, en fílaði hann hafa bara skotið í gegn sko. Er þetta annar 5-7 leikur hjá IA? Aftur á móti ég ekkert alltof sannfærður að IA nái KPJ mjög aggressíft Nuke City-lið sko. Þannig að ég hef smá svona tilfinningu að þeir hefðu þurft að eiga betri City-helming til að eiga erindi að loka þessa leik sko. En aftur á móti eru samt að sýna að þeir eiga klárlega heima hérna í deildinni. Já, ég er bara mjög ánægður með það sem ég er að sjá af þeim og minni enn og aftur á að KPJ er bara miklu hærra sít heldur en IA í að spila fyrsta skiptið sitt hérna í úrvalsdeildinni. Hvaða sít fyrir KPJ núna? 3. eða 4? 3. Og það voru Vega í öðru og Dusty í fyrsta. Já. Þannig að segja aftur hverju voru í öðru? Nei. Það voru Vega! Mæti treyjunni næst sko. Ég vil fá Vega treyju. Já. Herru, IA, 5-7, eins og spáður. Það er bara... Júttari. Það er bara þannig. Nú er allir bara, hvað er að tala um Vega? Það er IA að taka hérna síðasta rondi sitt maður. Já, maður þarf alltaf að name-droppa einu sinni. Það er það ekki bara must sko. Alveg eins og að Einar þarf að vera í einum Vega-leik í útsendingu. Ætli hann taki ekki næsta leik, en ég er í Austurríki. Kemur í treyjunni sinni.
Ég fekk að vita það svona bakvið þegar hann kom inn og bara, ég reyndar vissi ekki að Vega væri að spila og svona byrjaði strax að afsaka sig. Það er bara hauga lygi. Hauga lygi. Hann byrjar alltaf, ég kem bara ef að Ég hef oft verið ásakaður að halda alltaf með öðru liði en ég oftast, það er bara, maður horfir alltaf á liðin sem eru svona Lara Sít og eiga minni líkur, maður vill sjá þau gera vel. Hvað er að gerast? Það er bara, var það Lobby Crunch? Það var Lobby Crunch, já, Kapi. Já. Sterkt. Já, bara geggjaðir. Ok, Kapi taka pistólið og þá er IA komnir í sparið sitt. Þetta, sko, ég var spenntur að sjá IA spila Terra hliðina út af því að mér hlakkaði til að sjá hvað þeir hefðu að bjóða, hvað var það executes og svoleiðis. En eins og þú segir að KBO séu mjög aggressífir, þá kannski bara fá þær ekkert að komast upp með það. Nei, Edison er líka svona leikmann sem að feysar mikið úti og hann byrjar á að gá hvort það virkar, skilur, og ef það virkar þá heldur hann bara áfram að gera það 100 sinnum. Þú sér núna strax hann keyrir bara þarna í rauða, fyrir bara beint í fætin líklegast. Og til lágum leikmanni þarna, núna 2 lágir. Þeir eru bara að spila diglunar. Mér finnst það oft eins og, þú veist, þegar maður horfir á marga þessa leikmenn og hefur spilað á móti ofta áður og þannig. Mér líður eins og ég sé svona déjà vu, eins og í Groundhog Day, að þeir gera alltaf sömu hlutina. Trösti fyrir 1. Ég er ekki að ná að dengja hana Edison. Rempingur að reyna að ná að hlaða. Pjakkur góðir hana. Kappi hins vegar. Nei, það er ekki að dengja hana. 9-5 og þá sjáum við fyrsta heilbrigða kaupið hjá IA. Hvað hafa þeir að bjóða? Það er núna eða aldrei. Já, nú hefur svona almennt verið til að setjast þetta map í gegnum tíðina, ekki nema kannski úr komin í bara, ég veit ekki, prósinnuna eða eitthvað. IA að snúa við 9-5 á móti KBO. Það er erfitt. Það er brekka. Já. Þetta er brekka. Það þarf alltaf að ganga upp hjá þeim, sko. En spenntur að sjá hvað þeir hafa að bjóða. Þeir sýndu skemmtilega leik á Dust2 í köflum. Algjörlega. En Óli hins vegar að bara pluma sig ágætlega í þessu nýja KBO line-upi. Og þetta er toppfrakar báðarleikinn eins og er. Og tímasettingin, hann spottar þetta líka. Rodríguez sé rétt við byssuna en Gabbi tilbúinn og þá kemur klemman en hún klikkar hjá þeim. Og annar að koma henni fram fyrir búast líklegast ekki við honum. Nei. Þá eru þeir konið með lobbyið. Að vísu 3 leikmennarna, ekki fleiri, en fram fyrir smókin. Nei, það er ekki mörg lið sem spila svona ótrúlega heavy lobby crunch, sko. En einhvern veginn vissi það þetta smá frá sér. Þeir missa 2, missa líka leikmenn. Já, Óli með tímasettingu hérna og 3 á móti 1. Þeir fá ekki einu svona af executa. Lobby crunch kemur náttúrulega bara í kjölfaraði að þeir eiga ennþá þessar byssur. Já. KBO er eitt af fáu liðunum sem að ná bara að brjóta svona algjörlega upp rithman hjá sumum og mér sýnist IA akkurat vera svona, þetta er svona dæmi það sem er að koma nýjar inn og er ekki meðvitaður að KBO gerir þetta. Já. Þú veist, ef þeir hefðu verið með coach, hann myndi vera bara eitthvað herðu. Þeir myndi búa sig fullt af lobby crunches, útipushum, aftur á móti, þú veist, þeir ná 2 en síðan eru þeir bara hvað erum við að gera eftir það og missa 4 leikmenn í kjölfarið. Þeir voru nú bara að láta heyri sér, Nonni veit nákvæmlega hvað hann er. Og alltaf lítill tími fyrir þetta og Klírar Óla, vel gert. Hati þetta ekki. Nonni með lítið líf, baka við vendið, allan klíri vendið. Tími. Nei, hann droppa niður. Þetta er eitthvað. Spila tíma þarna, reynir að gera þetta frítt en hann nær plantinu. En hann nær ekki rándinu nema. Vel gert, þeir líka fyrir doblið. Býtu, reynið á 2, það er bara þannig. Þeir spila frekar fyrir rándið á KBO og þetta var bara rétta í stöðunni, Nonni að hlaupa út. Hefði ekki náð plantinu, sko. Nei, sennilega ekki, nei. Hefði kannski mögulega náð plantinu en ekki lifað, þannig að þarna, þetta var svona kannski player sem hefði mögulega getað unnið rándið. KBO gerði rétt þarna bara. Já, við respektum að Delula hafi farið í winning playið, en hann bara því miður kom ekki báðir út á sama tíma. Nei, og ekki niður maður vendið. Hann brendi svo mikið tíma þar. Já. Þessar sekundur eru, já. Þeir hefðu náttúrulega komið niður vendið eða þeir heyrt steppinn, sko. Ástæðan er farið ekki niður og náttúrulega bara heyra ekki neitt og þá er það bara, hann er að bíða. Þannig að erfið ránd fyrir Delula til að vinna. Útismókar hjá IA. Við vitum bara hvað gerist. Hann er að fara að horfa á þetta. Við vitum hvað gerist. Já. Nei! Edison! Kipti bjarga! Já, Edison dobla bara í staðinn. Hann sér bara um þetta.
Ætli Overku fá ekki samt kill í genið smók. Úff. Tekur hins vegar mikinn skaða þarna en nær hins vegar killinu. Trausti? Sá hann ekki neitt. Ég held að hurðin hafi mögulega verið fyrir, en fikk bara fara bara. Tekur ekki þátt í þessu vitleysu. Nú eru menn... Trausti myndar að koma að hana leit bakgram, hafa allan tíma í heiminum, það er hins vegar bara 2 hérna uppi. Fíla staðsendinguna hjá Solo. Heldur 2 angles, hann er tilbúinn að flikka, jú, en hann er svolítið svona að spila þannig að hann geti spilað aðeins einn, en þarf að fá svolítið mikið úr þessu. Rodríguez er líka komin þarna með vippa línuna á. Hann þarf að klíra Nonna beint fyrir ofan sig. Já, hvað er Nonni? Nonni niðri. Nonni komin í toppból, ég held að hann hefði farið upp að stæla á henn. Og Planti er opið fyrir Dumbledore og hann fer samt ekki í þetta, ákveður að spila þetta frekar upp á öryggi. Og þetta er einmitt það sem að þeir spila mjög snittilega þegar þeir þurfa að gera það. Þarna kemur flott treytja á Rodríguez, straujar inn fyrir hornið, djúpt angul og sækir síðasta leikmanninn og lætur vita af sér. Og þetta var líka svona moment þar sem að hefði hann verið með AK, hefði hann líklega snarðan báðan. Já. Hann fer og skýtur fyrsta, headshotar hann, ekki nóg til að drepa hann, þarf að taka fleiri skot og hafa næstu komin í treytið. En þarna ef hann nær fyrsta, þá getur við strax transitionaði númer 2 sko. Ef þú ert góður í leiknum. Ef þú ert góður í leiknum. Hákin. Nei, býttu. Nei, hann seldan. Ég var bara, hvað er Rauts komin hérna? Eini leikmaður sem ég þekki í bara dildinni, ég segi nú ekki eins og í dildinni, en hann er eini leikmaður á Íslandi sem spilar hann ák, sko. Og spilar hann vel. Það er eiginlega skrítnast, sko. Hver sagði það? Eiki? Auti. Auti, já, Auts. Ég spilaði hann í þínum leikmanni, Eirík. Já, Toxic. Heilan overpass-leik þar sem við spilum ekkert nema AUG. Mér langaði. Það var ekki skemmtilegur leikur. Nei. Ég fyllt í eyðurnar það sem ég alltaf. Ég veit hvert þetta var að fara. Já. Family friendly, family friendly. Og family show. Já. Family show að horfa fólk skjóta hvern annan í töluleikjum. Fylgja eftir Óla, tekur til Lulu. Eftirsen. Þetta er... Það er ekki spraytransferinn hana aftur á móti. Já, það er ekki greinni að trösta hana. Mér finnst þið svolítið vera bara svona að reyna að fá opnarnir hjá IR. Allir reyna að taka leikinn í sína eigin hendur. Þarna til dæmis Trausti, ætti hann ekki... Er þetta of djart angul þarna? Reyna að taka bara fætin á móti... Já, kannski. Nei, ok, þarna fór þetta... Þeir eru að spila þetta svo vel hjá KBO og bara hvernig bakkar gefur killið ekki fyrir. Bjartur hefur í rauninni yngri hvort að völ en að reyna að isolata hennar fæt. Eiginlega. Sko. Já, en aftur á móti óheppinn á tímasetninguna að Rodríguez hafi hoppa á línuna og hoppa sér út á henni. Var svo sem ekkert annað í stöðinu fyrir jakkarna en að reyna bara að taka hann, sko. Ég held allavega að bensinni sé nokkuð búið hjá IA. Ég meina, ég vona að þeir geti afsannað það, en ég sé ekki hversu mikið eftir er. KBO eru líka bara að spila allt og snirtilega, sérstaklega svona late roundin. Algjörlega, en aftur á móti IA, þú veist, verðist vera bara öflugir leikmenn. Þeir eru að fragga og þeir eru að gera góða hluti. Ef við horfum á skorportið, það er ekki langt á milli killa hjá þessu leikmennin nema kannski Orri þarna í 5. En aftur á móti þeir eru bara að ná að sigla öllum eins og roundum heim KBO. Þetta er test-track hjá þeim núna. Og Grina gerir ekki mikið skaða eins og það er gott flass eins og það líka, en þeir eru bara hjóli í heiminn. Pjakku, gott dökk þarna, gefur upp fyrir gott refrag. Þetta er sem bara fljótur upp. Þetta gæti reynst þeim... Illa ef. Já, þeir búa... Sérðu þetta, þeir eru að klera hann alveg, en Edison er bara snegri. Hann er að fara að vera mikið thorn fyrir þá í þessari stöðu. Þeir geti ekki treyft fyrir þeir reynsa. Nonni kemur í baki þarna á lobbyinu. Gott pikk hjá Orra. Edison ennþá þarna uppi, en hins vegar greinaður út. Óli tekinn og Trausti. Trausti er að hitta í þarna. Já, virkilega. Hann er búinn að vera... Hann er búinn að heitur í nú. Já. Hann var þetta fínn í dörstöðunni líka, sko. Jú. En bara svona, hann er búinn að eiga alveg round-breaking
leiki rounds hérna fyrir IA þó að sé nú ekki með Nei, maður sér alveg hvernig þessi strákar eiga alveg heima hérna, sko. En þetta er test eins og maður segir. Hins vegar með tímasetningur hérna og þetta er ekki gott. Hann að fara í hellið frekar. Lýsa þetta aðeins vitlaust í þetta skipti. Gamblar á vitlaust sæt. Og við getum eiginlega bara gefið í að þetta round, sko. 7-9-13. Já. Ég myndi ekki þora að segja þetta. Ég að segja þetta. Já, ég með þetta round. Já, eru með þetta. Já, þetta er doppelsmóka líka hérna. það er engin sens að teknis. Nei, þú sér bara hugafæri hjá þeim, heyra vantar í honum, koma hérna nonna. Heyrðu þeir ekki í honum? Jú, Trausti heyrir þetta, hann færi sig hann í gegnum smókin. Rokki kemur hérna inn. Að vita að þessi smókar eru alveg böggandi fyrir nonnas núna. En hann leipur hérna. Já, það er gert. Hálnaðir. En nóg eftir. Ekkert nema 6 round. Ekki nema. Til viðbótar. Það er bara... Á hvaða tímapunkti þegar þú ert í svona miðju comebacki þá setjið í sömu stöðu þar sem að andstæðingur með 12 rounds. Hvenær ertu farin að svitna smá? Ennþá ertu öruggur núna... Ég er partur af Vega, sko. Vega er comeback lið. Þannig að það er alltaf svona... Við erum alltaf með eldmóðin, sko. Það gefumst aldrei upp. En jú, þegar ég er að horfa hjá öðrum þá ég byrja að svitna fyrir löngu fyrir í að, sko. Já, en það er meira líka bara hvernig rándin voru að spilast út. Já. Þú veist, ef þetta væri svona alltaf hárspreitt, fattar við, þá er maður bara við erum hérna, en það vantar bara pínu. En þarna er þetta eiginlega að sjá bara smá mun, þegar þú veist, þetta eru bara góð ránd hjá KBJ. Já, ég er allavega ekki búinn að selja okkur comebackið á neina vegu. Nei, akkurat, þetta er... Hversu margir heima trúa á þetta comeback hjá IA? Skrifið í kommentin, allir tveir... Nei, ok. Líka láta eins og við sjáum kommentin. Það er Svo að heima að kíkja. Þannig að allir skallabrandarar fari ekki í okkur. Já, það er þetta rétt. Það er ástæðan ég skoða aldrei vottið eftir á. það er aldrei, ég mæla ekki með sko. Ég fekk einu svona að heyra Johnny Sins sko, ég var ekki sáttur með það sko. Johnny Sins. Við eigum þetta inni, Bolti 1 og Bolti 2 sko. Bolti 1 og Bolti 2. En já. Í að hérna bara sópar þetta upp. Ok, óvirkur. Það er ekki mikið peningur þarna hjá KBJ og óvirkur kemur um hurðina, er hann með klötsið inn í sér. Nei, Gabi, lokar það. 7 round fyrir IA. Þetta er enda sko, maður sér þetta svo oft. Það er eins og kom alltaf svona smá, svona... varatankur í gangi einhvern veginn alltaf þegar að anstæðingurinn kom með 12, þú brýtur penninginn, já, en það er engin, og ég held að IA séu ekkert eitthvað að trúa núna endilega, jú, auðvitað eiga er að, sko, auðvitað segja er að upphátt, en ég held að, þú veist... Nei, þetta þarf að vera komið eiginlega í svona 12-9, þar sem IA byrjar svona, ok, this is very doable, skilur við, en aftur á móti þeir fara líklega til 12-8 núna, bara östur á móti þeim, ein Súsa, spurning hvort Óli takja þarna höttin eða rampinn, þetta er bara sama, byrju hann. Já, þetta er bara sama play og... Nei, þeir eru að fara hérna niður. En... þetta er insane ef að í að labba í. Ég held að þeir eru að fara niður nefnilega í secret upp á þessu sko. Vita þetta er Ígó. Og fyrir með Súsin á geggjustari. Bjakkur fyrir hérna niður, hann ættir að gráta sko. Ég hata þetta. Ofvirkur hérna. Ég hata við ekki en ég elski þetta. Verðum yfir ofvirk, það er ekkert að gerast úti. Mér er gaman þegar Hlynur verður leiður sko. Það er... Við fylgjumst... Hann er svona leikmaður sem á alveg skilja. Ok. Nei, ok, hann gefur þessa bósi. Já, þarf að fara að horfa í kringu sig hérna núna, en hengur ennþá í vendinu. Þeir eru alltaf að gólfið, held ég. Ég fíla það. Já, ef þið lesa þetta 100% þá... Nei, á. Já, ég held það líka. Ég svitnaði pínu. Ég líka. Þeir vita að þetta er opið. Þeir væru bara að sjá eitthvað bæna á. Við erum spilað í IA. Það er bara hægt yfir að taka bara kontról. Þeir eru svolítið að treysta á kannski að IA ofugsa þetta. En þeir fara bara... Já, klíruðu bara hægt rólega, voru ekkert að stressa sig. Þegar Lobby Crunchy kom ekki inn, þá vissi þeir að þetta voru eitthvað stakk eitthvað staðar. En ekki niður vendið. Nei. Það er eitthvað gruggugt að segja það. Við mælum gegn því allavega. Ekkert flass fyrir þá, þannig að... Fjakkur er að fara að reynsa upp hérna. Nei, ég tekið tilbaka.
Já, ok. Ná einum. Herðu, býttu. Bara 2 leikmenn eftir núna. Já, þeir Tíminn hafa ekki tími í þetta nei, með kitt. ekkert kitt. Aftur á móti rándýrt fyrir Já, virkilega dýrt, en Þú sér líka bara peningin í orðanum með 550, sko. það er líka bara hrista hausinn. Já, Bara, þannig að bara deyja, en aftur á móti fín peningur sem að færa þarna. Það er líka nóg fyrir kaupið, þannig að þetta er ekki það verst í heiminum. Einmitt, en Aftur á móti gefa 2 AKA Já. fyrir, það KBO er með smá varabanka líka, þannig að þeir þetta bara er svolítið betra fyrir þá, myndi ég segja, næstu eins og að þeir hafi fengið það sem hefðu átt að fá út úr þessu. Ég er svona, núna er ég að melta líka bara, þú veist, IA nýir inn í deildina og núna er ég bara spitbólingina, enginn að tekna alveg það. Er KBO að spila illa, er IA að spila ógeðslega vel? Við erum að tala um að KBO mjög samfærandi í deildinni, Já, en núna er þetta svona, þetta er nýtt lið að koma inn. Hvort er þetta KBO að spila undir pari eða IA að spila vel yfir pari? ég held að mætti segja að svona samanblanda bæði. Því að ég get ekki nelta niður sjálfur. Sko. Nei, mér finnst erfitt að meta það. Já. Mér finnst IA actually vera bara góðir, sko. IA er ekki búin að fá nógu mikið af gunrándum Nei. þar sem að þeir eru móti byssum hjá KBO. Nei, ég held að við munum líklegans bara að fara að sjá þetta þegar IA byrjar að spila mútið fleiri liðum í deildinni. Þá held ég að við náum að fá svona betri heildarmynd á þetta, en þetta er, núna er þetta svona anyone's guess, og fyrir línana með. Þetta er ekki að líta vel út fyrir IA, ætla ég að segja, áður en að Pjakkur fær þetta kill. Þeir voru 4 og 3, en þeir allavega ná að koma þessu í 3 og 3. Óvirkur á réttum stað, komið niður hérna. Enda með strúsin frá því síðasta randi. Gott skot. Virkilega gott skot. Orri hins og svarar leið. Bæðir hann með þessu. Ok, vita núna nær plantinu. Smókurinn fer að fara að víkja. Vita núna báðum, nei, vita hvað síðasti leikmaður er og hann er með vappa. Þetta er svo búið. Þetta er ekki KBO, nær siglaði þessu 13-8 og var hinn ekki hvað, 13-9? Jú, 13-9. Fóra ekki lengra fyrir IA hér í kvöld. Það er KBO sem að taka þetta 2-0, svo sem spáin sem að við áttum von á. Já, en, ég meina það er ekki hægt að líta fram með því að þetta var stór leikur fyrir IA til að vinna. En þetta er náttúrulega bara, þú veist, KBO eru bara búin að vera geggjaðir síðastliðin tímabil og eru búin að sementa sig sem topp 3-4 lið. Þetta er svona erfitt oft með, þú veist, Dusty klálega 1. Topp 2., 3. og 4. sæti, Saga hefur átt results, Vega hefur átt results. KBO kannski ekki endilega með results en þeir hafa átt sirpur þar sem þeir hafa verið geggjaðir. Við erum að tala um, skilur, við erum ekki búin að vera að sjá KBO mikið í finals, eða? Við sáum þá hins vegar á Skjálftanum ef við teljum það með. Það var ekki final, það var Saga. Saga mútið KBO, það ekki? Nei, ekki finals, það var Saga mútið Dusty. Það er rétt hjá þér, ég lísti KBO. En KBO hins vegar átt sirpur eins og akkurat deildin seinast, þar sem þeir voru bara alveg dominant í riðlunum, skilur, og misti þetta frá sér þarna í lokin. Þannig ekki topp, þú veist, þessi 4 lið eru bara búin að sementa sig í topp 4. Þannig að IA að ná 13-9, 13-8 í fyrsta leik, bara góður árangur og Óli Óvirkur bara geggja pick-up, allavega með það sem við erum að sjá, bara æðislegur fyrir þetta lið og að þínu mati væntanlega ger ég ráð fyrir MVP. Ég held að það fari ekki á milli mála, sko, og því að maður horfum bara á fyrsta leikinn, sko. Nei, akkurat, þú veist, seinnileikurinn, það voru þeir allir hjá KBO að gera gott, Edison frábær, átti geggjum kill, bara impact og þú veist, en það voru allir bara mjög góðir, sko, en Óli Óvirkur náttúrulega var á pari við þá alla í núkinu og síðan er hann bara bilaður í Dustinu, þannig að við getum svo sem gefið honum þetta bara skuldlaus, sko. Það var nákvæmlega, Edison hefði verið númer 2, þetta var bara nákvæmlega eins og sagðir, Edison er rock solid riffill, bara einn sá besti á Íslandi og hann var það í báðum öppum, hefði það ekki verið fyrir Óla Óvirk að eiga þessa mögnuðu seríu í Dust 2, þá hefði þetta verið kannski Edison, en þá hefði þetta líka kannski bara verið IA að gera miklu meiri skada ef Óli Óvirkur hefði ekki verið að fá collateral hægri vinstri, drepa ekki smóka, bara stöðva með einhverju svona... Já, bara einhverju þvælu. Já, í rauninni, Þetta var, já, hann er mjög svona, já, heppinn og góður. Heppinn og góður. Blandað báða, mjög góður, mjög heppinn. Klárlega. Besta combination af spilara, bara þannig. Trausti hins vegar, fyrir IA fannst mér vera bara geggjaður. Já, óvart, leikmann sem ég ekki sé áður og bara kom mér óvart, hittinn og átti mikilvæg plays hana
fyrir liðið sitt. Ors sjálfur, hann var líka allt í lagi á vappanum. Það var solid í döstinu, sko. Já, og líka allt í lagi í kill sem hann fekk í núk, en það bara voru ekki nóg. Það var ekki að gerast nógu mikið og það var einhvern veginn alltaf bara þurft að senda á því spar. Hann byrjaði bara svo hægt í núkinu, það var nefnilega málið. Hann var þarna með 5-11 eða eitthvað í fyrri eða eitthvað. Hann byrjaði rosalega hægt með að við liðið sitt, sko. Og hefði þurft á honum að halda í City helmingnum, sko. Þetta hefði þurft að vera mjög góður City helmingur hjá IA ef þeir ætluðu að vinna þennan leik. En já, bara flottur leikur, til að segja satt. Ég bara bjóst ekki við svona miklu og er bara mjög pleasantly surprised, bara áfram IA. Eiginlega, ég eins og ég ætla að endurtaka það. Ég segi bara áfram IA út af því að þeir spiluðu vel og ég hlakka til að sjá meira hvað þeir geta gert fyrir okkur. En ég held að segja ekkert meira frá okkur í kvöld en að bíða eftir að við sjáum IA aftur hvort sem að verði í útsendingu eða ekki. Þá ætlum við að kveðja ykkur hér í kvöld. Það er 5-dagsvaktin. Við sjáumst í næstu viku þar sem að Tommi og Óli taka við með ykkur geggjum leik. Þannig að enn og aftur, takk frá okkur. Sjáumst. Peace out.